Róbert, hvað ég hitti þið síðast eða ekki þegar þú bauðst mér í hjólatúrin? Jú. Hvar vorum við aftur? Við vorum í Veiðivatnahrauni. Þú Veiði. komst og varst gestur í útiþáttunum. Já. Á RÚV. Það var geggjað, það en eins og stundum á eftir þáttinn sagði ég ætla að fara að stunda þetta en ég er ekki enn búin að láta verða því. Það minnir mig á, að ég var að hjóla í gær. Ég skuldaði sem sagt 60 km hjólatúr til þess að geta orðið landvættur í 5. sinn. Ok. Þannig að ég fór að hjóla í gær og ég misti örugglega bara stjórnmálasamband við 3 eða 4 tær í mjög langan tíma. Ok. Þetta var svo kalt. Hvað þegar Þannig var í Veiðivötnum þegar við vorum við óðum þarna einhverjar ár og eitthvað. Með hjólið á bakinu. Já, yfir einhverja klakabakka. Það var samt geggjað veður. Já, eins og bara getur orðið á þessum tíma, Já. Haustin eru svo vanmetin í útivistinni. Já. Það er oft svo fullkomið veður til þess að vera á hreyfingu í, Já. Þegar þú segir skuldir, hvernig Já, skuldar? þetta eru 4 þrautir sem ég er búin að taka núna síðustu 5 ár. Og það er skíðaganga, það er sund og það er hlaup og hjól. Og núna í ár út af COVID þá gat maður skilað inn bara trakki, bara strafa trakki af hverju þraut fyrir sig. Ég var búið með Vasagönguna sem eru 90 km í Svíþjóð, tók hann í mars og svo var ég búin að synda bara fyrir vestan í vatni þar og ég hljóp Þorvaldsdalsskokkið, það var einn af svona fáum atburðum sem var haldinn í sumar og svo þannig ég átti bara eftir að hjóla. En hverjir eru þá kríteríurnar? Hvað þarftu að hlaupa langt og hjóla langt? Þú þarft að klára 50 km skíðagöngu, þú þarft að klára 60 km fjallahjóla vegalengd, þú þarft að hlaupa annarkvort Jökulsárhlaupið að Þorvaldsdalsskokkið, Jökulsárhlaupið er 33, Þorvaldsdalsskokkið 26, allt öðru sér hæðaprófill í því, það er jafn erfitt og svo þarftu að synda 2,5 km í vatni. Synda í vatni á Íslandi? Já. Getur það ekki orðið rosa kalt eða eru þið þá í... Jú, en þú ert, flestir synda í sundgala og þessi sundgalar eru nú flestir þannig að þeir eru með floti með þykkt meiri þykkt á mjöðmónum og þeir svona hjálpa þér að vera í svona optimal skriðsundsstellingu. Alveg. Þannig að í raun og veru þegar þú ert að synda, eins og þegar ég er að synda 2-3 kilometra, þá er ég ekkert að nota lappirnar. Ég er eiginlega bara að passa lappirnar sem ekki að flækjast fyrir að bremsa mig og ég er nú bara að petela á skriðsundshreyfingum allan tíman. Svolítið stór hópur sem er þetta ekki, þú og Brynhildur konaðin eru búin að vera svolítið driffjaðrir í þessu. Jú, við byrjuðum á þessu 2016, tókum svona fyrsta hópi inn í gegnum þetta og ákvaðum að prófa það og síðan hefur þetta bara verið alveg gríðarlega vinsælt og fólk hefur komið bara komist færri aðeins vildu og svo þetta bara rúlar svona áfram þetta hefur orðið svona að einhverjum fólki fyrir miðaldra hlut fyrir miðaldra fólk að fást við, þetta er náttúrulega mjög skemmtilegar áskoranir, fjölbreytt hreyfing og eitthvað ef maður svona er í útivist og hreyfingu þá passar þetta rosalega vel fyrir mann að vera með svona breytingu á milli. Kom þetta því að ég kynntist þér náttúrulega upp á Stöð 2 þessi svakalegi útivistar áhugi og ástríða, hefur hún alltaf verið hjá þér eða kom hún núna einhvern veginn á síðar árum með það? Hún tók svona veldis vöxt þegar við Brynhildur byrjuðum saman. Þegar hún var alveg gríðarlega mikið í útivist. Ég var svona áður þegar ég var ungur og krakki, þá var ég svona í skátunum þannig að ég átti alveg svona bakgrunn í útivist. Síðan kemur svona týndur áratugur sem að ég held að sé týndur áratugur hjá mjög mörgum af ýmsum ástæðum, bara með 20 og 30 þar sem að þú ert ekkert í þessu og svo upp úr svona 30 þá fór fjallamennskan að toga mikið í mig og veiði og annað slíkt og síðan hefur þetta verið svona síðustu 20 árin alveg gríðarlega stór hluti af mínu lífi. Týndur áratugur með 20 og 30, heldur það sé algengt hjá fólki? Veistu það, þú myndir spyrja mig hvað ég var að gera á þessum tíma, þá bara veit ég ekkert. Er það ekki? Nei. Jú, ég veit að ég var að vinna í fjölmiðlum, ég veit að ég byrjaði blaðamennsku svona einhvern tíma 94, veist, 23-24 ára gamall. Ég var eitthvað að myndast í það að reyna að vera ykkur á háskólanámi.
en ég bara þetta sogaði mig að sér og ég var í því en svona hvað ég var að gera ég eignaðist náttúrulega börn á þessum tíma og svona en ég man eiginlega ekki neitt. Þetta er áhugavert, ég er að reyna að setja mig í þessi spór hvort að ég sé líka búin að gleyma svona ég get sagt bara með hverjum var að vinna og eitthvað svoleiðis og eitthvað svona eitthvað sögur hér og þar en ég upplifði þetta sem 10 ára. Já. En hvað er það sem gerist hjá fólki þegar maður eldist og byrjar allt í að því ég held að mjög margir séu kannski, þú veist, maður er í einhvers konar líkansrækt eða eitthvað til að vera í góðu formi og jafnvel líta vel út. En þegar maður fer að eldast, eða ég sé það hjá mörgum, að þá fer maður að vilja hafa hreyfinguna lengri og maður fer jafnvel að vera útivist og maður erum við ekki dálítið að leita að þessu einhvern veginn að komast í eitthvað þar sem að við náum að komast út úr huganum okkar. Jú, ég held að þetta sé þetta bara spurning svona einhverja hugleiðslu og og það að fást við verkefni þar sem að þú ert í núinu. Einmitt. Og ég held í raun og veru þegar ég skilgreini þetta fyrir sjálfa mig að þá er ég ekki í hreyfingu og útivist til þess að vera heilbrigðari eða lifa lengur eða eitthvað slíkt, heldur bara vegna þess að það gerir núið mitt svo rosalega gott. Já, það er svoleiðis. Mér líður svo vel á meðan ég er að þessu, mér líður svo vel strax á eftir og ekkert okkar í raun og veru veit hvort að þetta muni verða til þess að tryggja okkur langlífi eða ekki. Nei. Þetta er bara, veist... Ætti samt að hjálpa. Já, getur gert það er ýmislegt sem bendir til þess. En ég meina þetta togar í mann vegna sem að veit að þetta gerir manni svo gott bara akkurat á meðan að þau stendur. Mér finnst gaman að fara út og hjóla 60 kilometra. Og mér finnst náttúrulega bara frábært að geta það og vera á þeim stað og það er hægt. Veist, ég er bara í þannig formi að ég get alltaf hlaupið marathon. Já. Ertu búin að vera lengi í þannig formi? Ég myndi segja svona, veist, ég hætti að drekka 2009 og fyrir þann tíma þá hafði ég alltaf hlaupið og ég hafði alltaf verið í fjöllum og annað slíkt. En þá fóru svona hlutir að gerast að ég gat haldið mjög góðu æfingaplani og ég gat svona náð markmiðum sem ég setti mér. Veist, ég var búin að ákveða að hlaupa 4 sinnum í viku, þá gerði ég það. Og þegar ég var búin að ákveða að ég langaði til þess að geta hlaupið þetta hlaup á þessum tíma, þá gæti ég svona búið til plan það hvernig ég myndi fara því að ná því. Þannig að það sem breyttist þá var kannski ekki endilega ég byrjaði að hlaupa en ég fór svona að taka þetta aðeins fastari tökum. Er ekki líka í okkur að ég bara manna mitt eftir þessu þegar ég fór með ykkur upp í Veiðivötn og hjóla að þetta voru á sunnudegi við mann rétt. Mánudagurinn verður betri líka. Af því við erum einhvern veginn, erum við ekki dálítið frumstæðar en við höldum, við erum hönnuð fyrir það ef við afrekum eitthvað, þá gerum eitthvað, þá skilar það sér í velíðan í svolítinn tíma og eftir. Já, algjörlega. Og maður sér það líka því að svo það sem maður hjálpar í þessu núna er að þú upplifir eitthvað svona góða stund og stemmingu og síðan eru margir sem posta þessu á samfélagsmiðlum og Facebook og annað slíkt og maður sér það alveg að þeir sem hafa voru að taka þátt í þessu að þeir eru svolítið aktífir í íventnum og myndunum og atburðunum, þeir eru svona svolítið að lifa á þessu svolítið fram eftir vikunni. Einmitt. Þá náttúrulega kemur annað inn í þetta sem er náttúrulega að því ég er svo mikið verið að tala um heilsu, pæli heilsu, að félagslega tengsl skipta svo miklu máli líka og þetta náttúrulega líka félagskapurinn allt það ekki spurning. Þetta er líka svolítið eitthvað sem að svona prómótora sig sjálft og þegar við vorum að tala um hérna áður en að við byrjuðum að sagan sem við segjum er bara það sem að við erum í raun og veru. Einmitt. Og þér hefur alltaf tekist í þínum störfum eða allavega á síðkasti að það sem þú ert að gera er rosalega mikið fyrir framan fólk og maður veit alveg að þú ert komið núna með þetta podcast og það er bara aðalpodcastið og og þegar ég byrjaði svona professionalt að vinna í útivist og þá vissi ég alveg að það bara hluti af því að vera í þessu væri að segja þessu sögu. Að vera með myndirnar af fjallinu og vera með vídeóið þar sem maður er upp á jökli og svo framvegis. Og það sama á þetta alveg við í fjölmiðlum og í stjórnmálum og því sem maður er að fást við. Að sagan sem við erum að segja er það sem við erum. Þetta er áhugaverður punktur. Sagan sem við erum að segja er það sem við erum. Já. Þetta er það. Þetta er bara þannig að þú ferð upp á fjall, þú ferð með fullt af vinnuðinum og það verður einhver atburður, það er eitthvað pródúsera moment og öllum líður vel fram eftir vikunni
og þetta smitar út frá sér og það svo margir sem koma og vilja og koma og upplifa þetta og þetta hefur orðið til þess að við svona þessi förðufuglar sem vorum í útivist fyrir 20 árum erum bara svona hluti af einhverju svona mainstream bylgju af fólki sem að uppkvæða íslenska náttúru, fatta hvað þetta stórkostlegt, að eiga þetta svona nálægt sér og geta komist í þetta skjól og þetta hugarástand sem hún veitir. Þetta er búið að aukast rosalega vinsældirnar á síðustu árum. Já. Sérstaklega fólki kannski yfir ákveðnum aldri. Já, og svo þetta líka, það margt sem kemur inn í þetta, við erum svolítið græjusjúk Íslendingar og okkur finnst rosa gaman að geta verið að kaupa fjallahjól og reysera og skíði og skó og bakboka og annað slíkt. Ég hef oft hugsað sko að kannski þetta aðeins of, þú þarft ekkert svona rosalega græjur til þess að vera útivist sko og kannski þetta mörguleiti svolítið útilokandi fyrir fólk sko og yngri kynslóðirnar sem eru svona að ströggla og koma undir sig fótunum og það gefur höfuð og annað slíkt. En hvað með vesennið í kringum þetta? Því að það kannski þegar, svo ég vitni aftur í þess að ferð sem ég fóð með ykkur, bara þegar það þarf að fara svona langt til þess að komast á góðan stað og það þarf að flytja dót og allt þetta. Er það ekki líka eitthvað sem einhvern veginn þegar þetta fer að komast upp í ég gef mér að hjá ykkur sé þetta komið upp í það mikið vana að það bara eitthvað svona heill sunnudagur sem bara frá því eldsnemmi morgun og þá kannski seint kvöld en aksjónið kannski bara 3 tímar eða eitthvað. Já, en þú verður að njóta brassins líka svolítið sko. Þú þarft að vera svolítið til í það að finnast bara gaman að finna til gýriðinn að hann sé aðgengilegur, hann sé góður, það sé allt í lagi. Þú þarf að finnast vera skemmtilegt að koma heim og hjólið bara ein drulluklessa og þú verður að skóla af því áður en að það sett upp á vegg og þessi gýr þarf að vera tilbúin í næstu ferð sko. Og þetta verður alltaf miklu meira og meiri rútína. Áður fyrir sko var maður sífellt haldinn alveg gríðalegri hræðslu við það að maður myndi drepast úr hungri eða kulda. Og svo veit maður bara að 2 lög til þess að byrja með og smárkalt allt í lagi. Eftir korter, þá verður það funheitt. Ég átti svona moment þar sem ég kveikt á þessu, ég var einhvern tíðan, held ég að verið með nokkrum vinum og labba yfir Esjuna einhvern tíðan daginn og inn í Kjós og það alveg, held ég sé, 5 tíma labb eða 6 tíma labb og ég var ekki með neitt með mér sko, og þá mundi ég eftir í einu sinni þá gat ég ekki farið sko bara upp á Úlfarsfellið, öðru svona vera með nestispoka og vassflöskur af því það var eitthvað svona præmal óttum ég var að fara degi sko. Við þólum miklu meira en við höldum. Þólum miklu meira og það allt til að vera svangur. Það er bara fínt sko. Áttu eitthvað svona mómentar sem þú verið í löngum ferðum og varst ekki með mat og drykk? Já, og alltaf þegar ég hef treyst Brynhildi fyrir nestinu. Klikkar hún? Hvað harðræðisferðir Brynhildar bara hugtak sem er þekkt sko í hennar vinahópi og okkar fjölskyldu. Og hún tekur alltaf lítið nesti með. Er það? Aftur og aftur og aftur. Ég man eftir því að ég var einu sinni í fjallgöngu þar sem að við vorum að taka marga svona tinda sem eru á 100 hæstu listanum í Glerárdalnum og það var miklu erfiðari ferðheldur en að og við höfum gert ráð fyrir sko. Það var mikill snjór, það var mikið hjakk á leiðinu upp og bara kostaði mikla orku og við með þunga poka og svona og ég var búið með allt úr pokanum mínum og það voru alveg bara klárlega bara svona 7-8 tímar eftir. Það var vel svangur og svo tekur ein kona í ofnum upp bara heilt svona Nóa Sirius súkkulaði með rúsinum og hnettum og ég bjóst við að hún myndi Nóa fyrir að brjóta þetta allt saman sko. Bjóst að hún myndi láta þetta ganga og svo bara braut hún þetta og fékk sér og pakkaði sér síðan saman aftur. Hvernig og kláraði þetta? Þetta klárar maður, maður klárar þetta á endanum og síðan svona klukkutíma seinna þá tók hún þetta aftur upp og bauð öllum. Þannig að þetta bjargaðist. Þetta reddast. En já, ég hef sko einu sinni vaknað á fjöllum og við vorum 4 saman og þá var eina nesti sem var eftir eitt svona sambó lakkríspoki. Það var ekkert eftir annað. Þetta var svona mjög spontant ganga og við þurftum að bara þrauka dagsgönguna á þessum lakkríspoka.
Hvað gerir sko síðan þegar einmitt svona það er að pæli hvernig hausinn í okkur virkar Já. Þarna ertu að, þú færir eitthvað smá á læknisbókanum svona innsýnin í masokista og svo líður tíminn og þegar þú ert að klára gönguna þá kemur aftur þetta einhvern veginn svona ánægja með að hafa nú getað þetta og verið bara á nokkurn læknismóli Já, akkurat og þá verður ekstra gott að borða þegar það er búið og eitthvað svona Já, sko, það sem gerist í hópi þegar það er svona lítið er að það er instant tortryggni Trausti hverfur leið, sko Hver á game á pokan Er ekki best að skipta þessu strax Þannig að hver sem sig fær að ákveða hvenær hann borðar sitt og svo framvegis Það var ekki meira í þessu áðan En síðan hefur maður lentið í nokkur sinnum sko að til dæmis eins og í Vasagöngunni sem ég tók núna í mars sem er svona lengsta vegalengd sem ég farið á gönguskíðum 90 kilometrar sko, þetta er bara frá Reykjavík á Kolsvöllu þetta er bara langt sko, á einum degi og maður, sko, ég finn það að ég klára bara öll kolvetni bara svona á 50 kilometrum ég finn að kolvetnabyrðina þínar dugi í 50 kilometra Já, ég meina, ég er að setja á mig eins og ég get menna, við getum verið með á tanknum svona 1,5 klukkutíma og það er svona það sem að líkaminn bera bara svona instant kolvetnum síðan klárast þetta og ef við ætlum að vera í áreynslu þá þurfum við að vera stanslut að setja á okkur og ég síðan lendi því að tæmist tankurinn að þessu og sko frá 50 kilometra til svona 70 er ég bara í þjáningum þetta hefur strax áhrif á hvernig þú hugsar þú fer strax að hugsa hættu þessu Hvað vitleys er þetta? Þú verður að hætta núna út af því að þú ert fara að deyja bara úr, þú ert ekki með orku í að gera þetta. Og síðan kemst maður í gegnum þetta og það verður eitthvað svona orkuskipti í líkamannum og hann fer að nýta fituna sem hann á til. Og þeir sem eru á keto eru búin að koma sér í bara keto ástand eru náttúrulega bara alltaf að brenna. Hefur þú prófað það? Svona keto-ish. Já, ok. Já, og það á mjög vel við mig. Það ekki? Jú, ég á auðvelt með að skipta yfir í þann orkugjafa þegar ég fer aldrei á svona albara strikt, sko. Nei. En mér finnst það bara gott svona í og með að fara stundum og taka alla svona öll kolvetni út, sko. Margir tala það mitt að svona í sprengjaæfingum sé það ekki málið en þegar þetta er svona lengri hreyfingu þá sé mjög gott að vera búin að æfa líkamann í að bara vera alltaf að nota fiturnar, sko. Svo gerist það þarna eftir 70 kilometra í Vasa allt í einu bara verður þetta gaman. Ok. Allt í einu finn ég að ég er bara komin aftur hérna, þetta verður bara fínt og þá eru bara 20 kilometra eftir og ég er bara að taka fram úr fólki og ég bara finn að það er nóg eftir ég hefði getað farið 110 kilometra Skrítið hvernig þetta virkar með svona einmitt langklaup og svona þess vegna þarf fólk að vera að brjóta þetta niður af því að þér kannski líður ömulega á kilometra 15 og svo kilometra 20 er þetta allt í að orðið fínt aftur. Þú veist, þú lendir í svona okkur sinnum þetta verður allt í lagi bara ert svangur og þið finnst þetta erfitt og það er bara allt í lagi að þetta sé erfitt haltu bara áfram og munt komast í gegnum þetta Þannig að þeir eru búin að æfa heilan í að skilja það og þá einhvern veginn kanta að fara í gegnum þetta Já, þú veist að það er fyrir hérna landið er hérna hinum megin, sko. En hvað gerist þá í Jökulsárhlaupinu? Já, það er góð spurning Sko, ég lendi því að þú ert að vísa til þess að ég lendi því að bara verða algerlega uppþotnaður og ég hef skrifað pistil þetta inn á vertuúti.is sem heitir Krampaveislan mikla og Jökulsárhlaupi ég lendi þessu áður sko í fyrsta svona trailhlaupinu sem ég fór í, það er 2009-10 þá hljóp ég Jökulsárhlaupið ég hljóp reyndar bara 21 kilometra og Jökulsárhlaupið náttúrulega meðfram Jökulsárni frá Dettifoss og niður í Ásbyrgi og mjög svona gróf braut og á köflum í gegnum mjög þykkt skólendi þar sem að myndast miklir hitabollar og þegar það er gott veður í Jökulsárhlaupinu þá er ofta alveg gríðarlega heitt og það verður bara mikið vökvatap þegar ég gerði þetta 2009-10 ég man ekki hvort var þá lendi ég í því að ég hleyp sennilega síðustu 2 kilometrana bara í blackouti ég bara man ekki neitt sko. Vökvatap? Já, bara vökvatap, algjört sko og maður er algjörlega svita storkin og salt
allstaðar á manni og bara svona bara eins og maður hefur bara verið í Sahara sko. Okay. Og ég man mjög eftir því að því ég kom í mark þá sko, þá sá ég Brynhildi og hún hélt á myndavél en hún tók enga mynd. Hún var bara horfði bara á mig sko. Og henni leist ekki á þetta. Og sem betur fer sko, þá var Kitty Road vinur minn einhvers staðar í fjarska með aðdráttarlinsu og og tók mynd af mér og þegar ég sá þá mynd þá var ég bara eins og sko, með fullri virðingu fyrir gömlum konum ég var bara eins og gömul kona að koma í mark mér fannst eins og ég væri bara svona ykkur veist, bara búin að eldast 20 já, bara eldast 40 ár sko. Bara ykkur sem ætti að vera á göngugrind sko. Okay. Allu bogi niður sko, og það var eitthvað í svona árunni sem að bara myndi á bara einhverja gamla konu. Þetta myndi mig á auglýsinguna með Snickers þar sem að einhver var orðinn svangur og var þess vegna bara svona gamalli konu. Ég er ekki verið að tala niður til gamalla kvenna. Nei, ég held að skilji það allir. Nei. En þetta var bara vant moment. Svo lendi ég þessu núna en þá jafnaði ég mig mjög fljótt sko. Ég fekk mér eitthvað smá kaffi og eitthvað kók og bara góður. En núna lendi ég þessu og ég kem í mark og bara, mann líður illa þegar maður svona uppþotnaður. Samt var ég að passa upp á drykkju og passa upp á gel og og allt sem að bara gera það, bara reyndur, bara búin að gera þetta oft og svona. Svo kem ég í mark og ég byrja bara að fá mig kók og eitthvað kaffi og Snickers og hleðslu og eins mikið og ég gatt, bara eins og maður gerir. En jafna mig ekki. Ég er bara rosalega óglatt og líður illa og er bara hvítur í framann og það eru myndir af mér þarna frá þessu. Og svo ger ég bara það sem maður á ekki að gera þegar mann líður illa. Ég fer afsíðis. Þetta er svona þekkt viðbragð hjá fólki sem að til dæmis að stendur í ykkur eða eitthvað slíkt og verður skyndilega bara að færa eitthvað sting, reynir að koma sér út úr mannmerð og það á maður ekki að gera. Ég fer og leggst inn í bíl, halla eftir sætinu og svo kemur bara læknir sem var í prógrami hjá mér. Hann Hjálmar, bæklunarlæknir og hann sér mig og hann segir, heyrðu, hvað þú ert ekkert að jafna þig, þú ert að koma þetta með mér aðeins, komdu. Bara, og drefum bara inn í sjúkrabil og það bara sett nál í og svo bara kreistir pokar og svo bara sett vökvi á kerfið þangað til að maður manni verður mál að pissa og það líða alveg bara 3 lítrar þangað til að ég er komin með bara lit í andlitið Hvað er þetta? Er það svitn eitthvað óeðlilega mikið ef þú ert að lendi í þessu svona Þetta er eitthvað svona rosa vökvatap og fólk var reyndar þarna í þessu hlaupi hingað og þangað brautina í svakalegum krampa. Já, ok. Þetta hefur verið ekstra slæmt. Það var ekstra slæmt, sko. Ég kom að konu sem að lá bara í kantinum á stígnum og hún bara gargaði, sko. Hún var algerlega læst, sko, bara lærin á henni, sko. Já. Þetta er svolítið eins og þegar ég var að klára Laugaveginn, þá sá ég einmitt svona síðustu 10 kílómetrana þá sá maður lið sem var einhvern veginn farið að vera alls konar og ekki fallegt. Af hverju gerum við þetta? Svo veit enginn almennilega af hverju þetta gerist. Nei. Þetta með krampana. Nei, hvað á að gera sko. Þetta er það sem að ég hef komist að með mig er að ef ég lendi í þessu þá þarf ég að vaða með puttan alveg í þetta. Ég þarf að nutta þetta alveg leið sko. Já, ok. Tendensin hjá manni er svona dálítið eins og ekki koma við þetta, ekki snerta neitt. En vöðvin er bara að læsast í annari hreyfingunni, algjörlega, festist bara á krampar þar og það eina sem að þar hægt er að gera til þess að svona losa þetta upp er að fara bara með puttan í þetta og reyna svona að nutta þetta og leysa þetta upp, sko. Og svo reynir mann, veist, það er til kenningar gúrkusafa og annað slíkt og bara sem að... Langar að fara svolítið að tala fjölmiðlana, en mér langar svona aðeins í lokið með útivistina að spyrja út í, ertu með eitthvað svona, að því þú ert búin að væntanlega skanna rosalega stóran hluta Íslandi. Ertu með eitthvað svona, eitthvað sem þið dreymir að gera sem þú ert eftir að gera, eitthvað fjall í útlöndum eða eitthvað sem þú ert búin að vera með augast á í eitthvað tíma? Já, ég er með alveg tonn af hlutum, sko. Okay. Ég er búin að gera svona 2 svona hálfgildingstilraunir til þess að fara á Matterhorn. Ok. Og það eru mjög margir tindar í Ölpunum sem að ég er mjög spenntur fyrir af þessum tindum sem eru yfir 4000 metrum þar sko
það er bara, það er alls konar fjöll. Ertu þá komin í þú þurfur að vera að klifra líka það? Já, það er svona, þetta er tæknileg fjallamennska. Ok. En þetta er kannski ekki svona eins og, veist, ég myndi ekki fara norður ekki ná Æger. Nei. Veist, það er meiri áhætta en ég er tilbúin til þess að fallast á. Ok. En ég væri alveg til að fara upp það sem kallað er Vesturríkin þar og koma upp á Æger og fara í skála sem þar er og frægur. Veist, ég er bara búin að skilgreina svona ágætlega fyrir mig hvað það er sem að ég vil fá út úr fjallamennsku. Og það er kannski ekki endilega að hafa farið upp á Everest. Ég skilji. En ég væri alveg til í það einhvern tímann að hafa farið upp á 8000 metra tind, einn af þeim, sko. Ok. Þeir eru nú ekkert svo margir. Þeir eru 14. Þeir eru 14, já. Já. Það eru 82 yfir 4000 metrum í Ölpunum. Margir af þeim eru ykkur sem að ég hef myndi vilja fara á, en ekkert endilega alla. Mér langar til þess að fara upp á alla 100 hæstu á Íslandi, bara til þess að hafa klárað það. Það er markmið sem að ég er svona hægt og ljóst, sko, ljóst og leynt að saxa á. 100 hæstu tindan á Íslandi? Já. Hvað er maður komið niður í númer 100? Er þetta 1600 plus? Já, þetta er svona eitthvað staðar í kringum, ég held ég, yfir 1400 metrum. Já. 13-1400 metrum, eitthvað svoleiðis, sko. Ég er búið með eitthvað 40 af þeim. Þannig að segja ég á rosa mikið eftir, sko. Já. En það er nú samt 40 og samt mikið. Ertu búin að fara upp á Snæfell og Herðubreið og allt þetta? Já, algjörlega. Þetta er svona... Já, það er stáltill hópur sem er að klára þetta. Bjarni Ármanns er að gera þetta mjög hratt þessa dagana. Já, það? Já, alveg, veist, ég veit að hann er eitthvað sem búin að fara... kom með þráhyggju. Er eitthvað sem búin að fara eftir alla 100 tindana? Já, Þorvaldur, Þórsson, Olli, sem að kortlaði þá alla og var í einum þætti hjá mér, svona svakalegu fjallamæður. Og einhver 2-3 eitthvað sem hafa gert þetta allt. Og þá náttúrulega þegar fólk fyrir að skoða þess að þá kemst það væntanlega því að tölurnar eru ekki allt, það er að segja erfiðustu tindandir eru kannski svolítið lægri og svona. Já, það er margir sem eru bara mjög flóknir, sko, og þú kalla á góða þekkingu og mikinn undirbúning og annað slíkt, sko. Svo er ég með bara sko, ég væri alveg til í að hafa einhvern tímann hlaupið 100 kilometra. 100 kilometra, ok. Já. Ég þarf ekki að fara lengra en það. Núna átt í bankanum hvað? Þú hefur hlaupið náttúrulega marathon oftar en einu sinni. Já, ég hef hlaupið nokkuð marathon, ég hef hlaupið Laugaveginn 3 svar sem er 55, 53, 55. Hvað kallar maður að hlaupa? Því til dæmis er svo, þegar ég fór Laugaveginn, að þá, maður er að labba eitthvað, þannig að tala bara að taka 100 kilometri í einni beit. Já, bara svona fjallahlaup. Já, akkurat. Ég meina, fjallahlaupin eru auðvitað þannig að þegar þú ert í miklum bratta ert alltaf að ganga. Já, einmitt. Það er ekki nema bara einhverjir svona absúrt hlaupara sem að hlaupa þetta allt saman. Já, það er svolítið, það er að vera komin á ansi hátt level til að færi það. 100 kilometri, já. 100 kilometri. Ertu búin að setja þér eitthvað tímadagmar? Hvernig þú vilt vera búin að því? Nei, ég meina hlaupin eru auðvitað þannig að, þú veist, flest okkar eru að komast í kannski besta langhlaupa formið svona upp á 40. Ok. Þannig að, þú veist, maður getur alveg átt mjög gott hlaupa, svona langhlaupa tímabil alveg fram að bara 70 og fram yfir það. Þannig að veist, það eru bara svo ég taki eftir líkingunum minnum daginn, það eru bara mjög margar gamlar konur á áttræðsaldi, mjög góðir hlauparar. Einmitt. Og einu sinni þegar ég var reynslulítill í Reykjavík-marathoni þá lendi ég því að ég var að reyna sko, mér langaði til þess að eiga besta tíma sitjandi þingmanns. Og besti tími sitjandi þingmanns var þá sko Steingrímur J. sem að átti 3:47. Það er býsna gott. Það er bara góðu tími. Og ég var búin að svona sjá fyrir mér, ég verð að ná þessu. Svo ég hleyp og ég var í fyrsta skipti að hlaupa marathon og mér fannst sko að bara úrið mitt væri bilað. Ég tók ekki mark á því, sko. Það sagði að ég var að hlaupa á 4:20 pace og ég hugsaði bara að þetta gengur ekki, sko. Ég finn það ekki. En þá var ég bara að upplifa það í fyrsta skipti að þegar þú kemur í svona stórt hlaup og ert búin að æfa í langan tíma og svo er bara komin
stundin það sem þú ert, þá bara svo mikið adrenalín, mikið í gangi í skrokknum á þér að þú skynjar ekki hraða á réttan hátt sko. Og maraþon og langhlaup snúast öllum það að fara ekki á hrattastað, að fara bara að peysa sig og passa sig að eiga nóg eftir. Og þegar ég kominn út á Nes í seinni hringnum og ég á svona einhverja 3-4 kilometra eftir, þá hleypur gömul kona fram á mér og segir svona út svona manna minnvikið, good job. Og ég sá þegar hún hljóp fram hjá mér að hún hafði greinilega farið í lagningu morguninn sko. Og var þetta erfitt fyrir þig? Þetta var rosalega erfitt og ég var farin að labba rosa mikið og ég var að hlaupa aftur og labba og svo var ég alltaf að horfa á tímann og svona velta fyrir mig hvort ég myndi geta náð þessu. Og svo sé ég fyrir mig Stengri Mjóð, þar sem hann bara í mötunum utan á þinginu, að svona halla sér aftur í sætinu og að segja, já, það ekki á allra færi að hlaupa maraþon á skikkalegum tíma. Og þá brjálaðist ég. Og hafa verið það? Og hljóp síðustu 3 kilometrana eins og ég gatt. Með hann í hausnum? Með hann í hausnum. Okay. Hljóp á 3:44. Þannig að þú hafði þetta? Hafði þetta. Og ég held þessu meti í 1 ár, þá kom Magnús Orri Schram. Já, og hljóp þetta á 3:39:12 og svo síðasta árið mitt á þingi þá fer ég bara með dagsfyrirvara og skráa mig í maraþon og hringi í Stíg Stefánsson sem var ritari alþjóðasviðsins á þinginu og spyr hann út að hann held utan alla tíma hvað þarf ég að hlaupa maraþonið á til þess að hafa tíman af Magnús Orra og hann segir þú verður að vera á undir 3:39 og ég bara reiknaði pace fór í hlaupið, hljóp og svo kom ég í mark og þá sá ég klukkuna þegar ég var að hlaupa fram í stjórnarráðinu að hún var komin á bara alveg að detta í 3:39 og ég gaf allt í þetta allt sem ég átti og mér sýndist ég kom í mark að ég hefði ekki náð þessu en svo kom flugutíminn og ég bætti tíma Orra 11 sekundur 11 sekundur? Nei, 12, þannig að ég á 3:38:50 eitthvað. Og þetta stendur enn sem besti tími þingmanns? Já. Eitthvað líklegur til að taka þetta aðeins með núna á þingi? Ekki sem að ég kemur á henni. Er það nokkuð? Nei. Förum aðeins í þingi þá áður við förum í fjölmiðlana. Hvernig var að vera þingmaður? Það að mörguleyti mjög skemmtilegt. Þetta ekki hrútleiðilegt? Nei, jú, sumt að því hrútleiðilegt. Sko, þetta rosalega krefjandi bæði svona, það skiptir svo miklu máli hvernig þú skrúar hausinn á þig í þessu starfi. Þú þarft fyrir það fyrst að átta þig á því að þetta eiginlega ekki starf, heldur meira hlutverk. Að hvað leiti? Já, þú ert að gegna, þú ert sendur þarna á ákveðnu fólki sem að hefur hugsað með sjálfu sér, þessi maður að fara að leysa hlutina eins og ég vil að þessu listi. Þetta minn fulltrúi. Og þú þarft að vera í því hlutverki þegar þú ert þarna. Þú þarft að hugsa fólki sem að sendi þig þangað og það býst við af þér. Svona hvernig þú leysir og nálgast hlutina. Þannig að því leitinu til þetta ekki starf að þetta ekki þannig að það myndi ganga betur á þinginu að það væru 60 í viðbót. Nei. Skilurðu. Þetta ekki eitthvað sem þetta ekki mokstur sem þannig að þú sért að það skiptir máli bara fjöldin sem í þessu. Heldur ertu bara í hlutverki fyrir ákveðin sjónamið. Ákveðina afstöðu, lífsafstöðu og það skiptir svolítið miklu máli. Síðan snýst þetta að svo stórun hluta þína persónu. Það alltaf verið að leita eftir skoðunðinni. Það alltaf verið að, þú ert alltaf að reyna að koma skoðunðin á framfæri og þú þarft að vera svolítið meðvitaður það að þetta í raun og veru þetta hefur ekkert með þig að gera. Þú færð á því alls konar kritík en þú þarft svolítið að búa til stjórnmálamann úr sjálfum þér. Þú þarft að vinna með þessa persónu sem að hefur þessar skoðanir og fulltrúið þessara sjónamiða. Hvernig ég oft hugsað bara því að væntanlega þegar þú varst í fjölmiðlunum að þá tekur alls konar kritík sem fjölmiðlamaður hoppar þetta ekki upp á alveg nýtt level þegar þú ert stjórnmálamaður? Jú, en það hjálpar rosalega mikið að hafa verið þarna megin og verið svolítið í opinberri umræðu og fengi svolítið yfir þig það sem að þú getur fengið yfir þig sem fjölmiðlamaður. Og stundum bara tekur viðtöl þar sem að fólk eru brjálað yfir því hvernig þú lést í viðtalinu.
Manstu eftir einhverju sérstöku þannig? Já, ég meina, ég var með svoleiðis þætti, sko, og viðtalsþætti, þar sem að ég bara, lett bara óði menn og með svona hraðar spurningar. Hvað þættir voru það aftur? Þetta var svona einslag á föstudögum í Íslandi í dag sem heit Svaróskast. Alveg. Sem var svona í yfirherslu stíl, sko. Alveg rétt, ég man eftir þessu. Hvað var þetta marga mínútur? Þetta var bara 10-12 eitthvað svoleiðis, sko. Já. En rosa svona aggressíft. Já. Og fólk var oft bara alveg, bara dónaskapur í þessu manni. Já. Leyfið fólki ekki að svara og grípa fram í og þetta var allt eitthvað í þeim gýr, sko. Og mér fannst ég sjá stundum svona á fólki sem að kom inn á þing og lenti í svona harðri kritík, missteig sig einhvern veginn, og sagði eitthvað sem að vakti bara hörðu viðbrögð. Bara eins og Ágúst Ólafur núna helgina, segir eitthvað sem að bara veldur vonbrigðum. Já, þetta gerist reglulega. Já, og þá fannst maður svona stundum sjá bara á fólki að það hefði ekki sofið nóttina. Það bara þoldi ekki. Það var bara búið að vera við vakandi allar nóttina að lesa komment, sko, á Facebook, sko. Já. Og gat ekki alveg svona skilið á milli þess að þetta svona, það fullt af fólki í bæ sem að kommenta þig og segja hluti þig sem að þú kannski ert ekki tilbúin til þess að láta segja þína persónu. Þú líka áttaði á því að þetta ekki verið að segja þetta þína persónu. Þetta fólk sem að þekkir þig ekki, veit ekki hvernig þú ert, veit ekki hvað bjóða baki, veit ekki forsöguna, hvernig þú ert að sjá fyrir þér að þú sért að sína þínu starfi, og þú þarft að vera svolítið með augun á boltanum hvað það varðar og vera tilbúin til þess að segja, ok, þetta mjög réttmætt gagnrýni, en þetta bara plain skítkast. Það rosalega þunn lín á milli þess einmitt að sko því ef maður einhvern veginn lokar sér þannig að maður læsir sér bara og segir ég ætla bara þannig að ég sé ekki taka þetta inn á mig. Já. Þá er maður oft líka loka á það að maður getur verið að fá gagnrýni sem væri með uppbyggilegum. Þannig að það alveg mikil kunst að taka réttu gagnrýnina inn en loka á hitt. Það mikil kunst. Ekkert smá. Þetta sumir valda þess ekki, sumir eru mjög góður í þessu. Ég myndi segja Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra sem ég er að vinna fyrir núna, ég meina hún er meistari í þessu. Það finnst mér. Því að hún heldur sko heldur haus. Mér finnst ég skynja það alveg absolutt á henni að hún er mjög góð í að taka svona ruglgagnrýnin ekki persónlega. Já. En ég þekki hann ekki nógu vel til þess að átta mig á því hvort hún er að taka síðan réttmætu gagnrýnina og virkilega taka hana til skoðunar. Þú segist ekki hana það vel að þú... Já, mér finnst það sko. Og ég sé hana líka bara þegar hún er í svona dagskrárliðum eins og undirbúnum fyrirspurnum. Það sem er svona hothead eins og ég. Hún myndi springa í loft upp svona nokkur sinnum, jöfnum millibili. En hún gerir það ekki. Þakkar hætturinn þingmanni fyrir fyrirspurnina. Þetta er svona, þetta er svona, þetta er svona. Og þetta starf snýst svolítið mikið það, að geta haldið bara, sjálfum þeir í tjekki, sko. En hvernig var þetta með, að því mér finnst það mjög vel orðað hjá þér, hvernig þú talar að þú sért fulltrúi fólksins sem kaus þig og ákveð. Hvernig er að reyna, að ég hef oft hugsað, sko, ef maður fær inn á þing, ekki það reyndar heilla mig ekki mikið í augnablikinu, að hvernig er að reyna að halda því en á sama tíma ertu komin inn í einhvern flokk þar sem svona verður að vera að gera málamiðlanir og eitthvað svona. Því oft hugsað hvernig ósköpunum myndi mig takast að segja ég er hérna fyrir fólki sem kaus mig en síðan er flokkurinn kannski komin á eitthvað allt annað. Já. Og ég vil ekki sprengja ríkisstjórnin eða ég vil ekki sprengja flokkin. Þetta hlýtur að vera kunst. Já, þetta er ákveðin balans á milli samfæringar þinnar sem að þú ert með sko svona bara stjórnarskrár bundin rétt til þess að byggja þína afstöðu á. Ekki það ef þú færir inn á þing, þá eru þú mjög fljótlega aðal þingmaðurinn. Það væri svo bara engin annar á þingin nema þú. Ég hef ekki pælt svona í þessu sem þú sagðir hérna áður. Það er svona, kemur alltaf svona eitthvað spotlight á það sem ég geri. Já, þú ert flinkur í því. Já, er ég flinkur í því eða er þetta eitthvað sem gerist bara? Þetta er bara mjög gott. Þetta er bara skill, myndi ég að segja. Ég veit ekki hvort það væri gott að vera aðal þingmaður. Nei, það er ekki fínt að vera smá ósýnilegur. Nei, það er ekki gott að vera ósýnilegur þingmaður. Það myndi ég segja sé algjörlega ótækt. Þú getur eiginlega ekki, þú fungerar ekki mjög vel þar. Svo rosalegt álag að vera aðal þingmaður. Nei, þú þarft hins vegar að geta verið með rödd sem að heyrist reglulega. Já. Þú ert að tala fyrir hlutum. Og ég sko hugsa með sjálf mig sem græningja, sem jafnrétti sinna feminista. Ég hugsa sko, ég hafi flutt sko á þessu sviði örugglega marga tugi, ef ekki 100 ræðna.
ræður sem að fjölluðu það voru á þessu sviði og einhver myndi segja að það skipti ekki neinu máli að þú hlutir þessar ræður en ef þú skoða síðan bara hvernig umhverfismál og jafnréttismál hafa þróast á síðustu 10 árum þá myndir segja, jú, það hefur mikið breyst og það vegna þess að það eru mjög margir sem að hafa verið með mér í liði og þeir hafa flutt þessar ræður. Lagt lóð á vogarskálan. Já, þetta bara svona dropinn hólar steinin og þannig að líður manni þannig þegar maður á þingi að maður hugsar oft, er þetta ekki alveg tilgangslaust sem að gera en dropinn hólar steinin? Já, algjörlega, ég held að þetta sé maður þarf að bara, þetta svona stóra myndin og maður þarf að vera vakandi fyrir henni, þetta það sem að skiptir máli við getum lent í einhverjum svona dægur rifrildum, ég get verið í einhverju þrasi við Illuga Jökulsson á Facebook í morgun. Hvað var það? Það var eitthvað sem sagði mig frá því áðan. Já, bara, það var bara eitthvað bull eitthvað bara sem að hann, greip á loftið eitthvað sem Áslaug Arna hafði sagt Ég er ekki nógu vel inn í þessu. Nei, og þá bara ákvað hann að ríkisstjórnin var að fara að setja upp fangabúðir og bara ekki rétt og bara mikilvægt að halda staðrendum til haga það bara engin ilska í því að minni hálfu og mér finnst þetta bara sjálfsagt mál að gera það en svona í stóru myndinni þá skiptir það ekki mjög miklu máli það bara eitthvað suð í glugga ég missi engan svefni yfir því og það bara nössilegt að einhver segir nei, þetta ekki rétt hjá þér minn gæri þetta bara ekki að fara að gerast og ég ekkert að áfyllast hann fyrir að gera þetta ég meina, við erum bara misjöfn og við erum ólík og við erum á mjög ólíkum stundum og stöðum í okkar lífi og stundum bara sjáum við eitthvað og það fíkur í okkur og við erum bara muna það að við erum bara á mjög svipuðum stað hvað okkur finnst að sé rétt og best fyrir samfélagið okkar og bara muna að það þarf að vera kærleikur í því sem við erum að gera og það sem við erum að segja en út af því þú varst að tala ég fór inn á þing sem samfylkingarmaður 2009 og síðan 2012 ætla ég að hætta á þingi og ég segi það besta vini mínum á þingi Guðmundur Steingrímssyni sem segir ekki hætta á þing og komdu og taktu þátt í því að gera það sem við ætlum að gera í bjartri framtíð þannig að ég var ekkert alveg að fíla mig þarna inn í þessu mengi sem að ég var þar og mér fannst þetta ekki vera það sem ég myndi vilja vera að gera við tíma minn en mér fannst þetta góð hugmynd með bjarta framtíð og ég var mjög ánægður að hafa tekið þátt í því. Ég hef alltaf verið svona vinstrimaður, kosið, ég var alinn upp pólitískt í Alþýðubandalaginu, kosið vinstri græna, kosið samfylkinguna og svo tekið þátt í þessari bjartu framtíð þarna. Þannig að þegar ég fór út úr samfylkingunni 2012 til þess að taka þátt í bjartu framtíð, þá skipti mig mjög miklu máli að ég gerði það svona sem vinur þeirra sem ég var með þar. Ég væri ekki að fara þaðan út og skella eftir mér dyrum og með einhverja blammeringur eða slíkt og mér fannst líka skipta mjög miklu máli að fólkið sem að hafði kosið mig þangað sem einstakan þingmann að ég væri að standa fyrir því þeim sjónarmiðum sem að ég hafði verið kosin til að standa fyrir og meðal þeirra sjónarmiða var stuðningur við þingflokk samfylkingarinnar. Mér fannst ég ekki geta stigið út úr því og haldið umboðið mínu, skilurðu. Þannig að ég lýsti því yfir þá strax að ég styddi þá ríkisstjórn og myndi verja hana vantrausti og mér fannst það að vera svolítið svona lykilatriði að þetta væri ég heldi áfram vináttu við allt þetta fólk. Hvað myndirðu segja eftir að þú hefur verið á þingi og verið inn í flokkum? Því ég hef svo oft hugsað einhvern veginn og mér líður eins og sé mjög mikið af velgefnu fólki sem hugsar, ég veit ekki alveg að því ég máta mig ekki alveg inn í neitt af þessum flokkum, en ef ég gæti farað inn sem einstaklingur og gæti bara verið, ég til ég að standa fyrir þetta og ég sérðu fyrir þér að við gætum búið til einhvað kerfið þar sem að það myndi virka. Ég meina þessi stjórnmálaflokkar eru alltaf bara samansafn af fólkinu sem í þeim. Ég meina þetta ekkert eitthvað eitt meitlað hugmyndakerfi. Nei. Ef að ég er inn í samfylkingunni, þá hún aðeins grænni. Ég skilji. Ef að ég er inn í vinstri grænum, þá vinstri grænni kannski aðeins frjálslyndari. Ég skilji. Og þá kannski líka aðeins grænni,
skilurðu. Ég skil. Flokkurinn auðvitað alltaf bara það fólk sem er í þeim og og mér finnst bara það er svolítið ofur einföldun að líta svo á að fólk fari inn í einhverja stjórnmálaflokka og undirgangist þá bara þar með einhverja stefnuskrá og eitthvað hugmyndakerfi og gefi upp sjálfstæðan vilja. Þetta er bara ákvörðun það að setja sína skoðanir þar sem að maður stendur fyrir prívat og persónulega inn í eitthvað stærra mengi þar sem að það getur náð einhverjum árangri. Kannski er það bara, ég veit ekki, kannski er það bara svona einhvern veginn anarkistin í mér að leið og eitthvað er orðið að einhverju svona stofnun að þá finnst mér það oft verið einhvern veginn, þú veist, trúarbrögð versus trúarstofnanir, þú veist, stjórnmálamaður versus stjórnmálaflokkur einhvern veginn. Það er kannski bara ég stundur svolítið erfitt með leið og orðið eitthvað svona yfirvald að mér líður eins og maður yrði alltaf á einhverjum lykilaugnabblikum að kyngja skoðunum sínum, sko. Á einhverjum lykilaugnabblikum þarftu að gera kompromiss, þú þarftu að gera málamiðlanir. Og þú þarft að sko, átta þig á því að vald er bara svo margslungið fyrirbæri. Það er ekki bara boðvald og stjórnvaldi er ekki bara eitthvað sem að segir fólki að gera tiltekna hluti eða setja lög og reglur. Nei. Völd geta verið mjúk og þau geta líka verið þannig að þau sko, sjá til dæmis formensku stjórnaranstöðunar í þingnefnd sem að Þórhildur Sunna var að segja sig frá því að vera formaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd núna í sumar út af einhverju máli sem ég man ekki hvað var og mér fannst nú sýna það var þar að hún var ekki alveg að fatta hvað vald getur verið mjúkt hvað það getur skipt miklu máli fyrir þig að vera á tilteknum stað og hafa dagskrárvald og hafa það að segja hvernig mál eru afgreitt og svo framvís þó þú sért ekki með meirhlutavald. Ég skil. Ég man eftir þáttöku í ríkisstjórninni 2009-2013 þegar við vorum Samfylking og Vinstri grænir vorum með meirihluta og það komst eiginlega ekkert Þetta var hrein vinstri stjórn. Það var alveg rétt. Það var hrein vinstri stjórn sem ætlaði að koma með nýja stjórnarskrá, sem ætlaði að umbylta veiðistjórnarkerfinu, sem ætlaði að ganga í Evrópusambandið. Voðalega, maður fljótur að gleyma. Já, en hvað tókst af þessu? Hvað náðist í gegn? Já, segð þú mér. Ekki neitt. Nei. En árangurinn sem að Katrín Jakobsdóttir er að ná í jafnréttismálum og umhverfismálum, loftslagsmálum, gríðarlega mikilvægum borgarlegum réttindamálum eins og upplýsingalögum, vernd uppljóstrara og áframhaldandi vinnu á sviði stjórnarskrárinnar sem samstarfsaðili í ríkisstjórn sem nær frá vinstri yfir til hægri er miklu meiri. En þá ætla ég að koma með einu spurningu. Já. Af hverju mælast Vinstri grænir þá svona lágir núna í skoðanakönnunum? Það er leið og óvinsæl mál komið upp. Það sem að frjálslyndur vinstriflokkur, umhverfisflokkur er að vinna með hefðbundnum íhaldsflokki og miðjuflokki, þá er þessi flokkur alltaf sá sem að öldurnar brjóta á. Þegar það koma upp málefnis og það er alltaf að koma upp svona tilvik þar sem að fjölskyldur frá brottvísun eða einstaklingar sem að sótt hafa alþjóðlega vernd og brottvísun þeir falla ekki undir kerfið og það er alltaf fyrst hort til Vinstri grænna. Það er alltaf fyrst burt hvað gerir Katrín Jakobsdóttir í þessu. Hvernig ætlar hún að leysa þetta? Út af því að fólki finnst eðlilega sjálfstæðarflokkurinn leysa það með einhverjum öðrum hætti en þetta eðlilegt að Katrín myndi gera. Það er bara mismunur á stefnu og sjónarmiðum í því hvernig... Það er bara veltaði fyrir mér að því þetta hefur verið svona, ég ætla ekki að segja svona smá lögmáli gegnum tíðina, að flokkar sem eru með sjálfstæðarflokknum með ríkisstjórn detta niður í fylgi á meðan þeir eru með ríkisstjórn. Er það því sjálfstæðarflokkurinn er svona flinkur í að láta hinn flokkinn fronta óþægilegu málin eða er þetta eitthvað, þú veist, akkur er þetta? Nei, ég held að þetta sé bara, það er meiri dreifing í vinstrinu. Það er fólk eins og ég sem getur kosið Samfylkinguna, getur kosið Vinstri græna, sem getur kosið Viðreisn eða Pírata. Og ef að það kemur upp mál sem að er það er mjög eindregin skoðun í því kjósendamengi, þá verður sá flokkur sem er í stjórn með hægrinu og vinsæll fyrir vikið. Hvað myndir þú segja af því að nú er ég að horfa á þetta sem er að gerast í ekki það að þú ert náttúrulega ekki í ríkisstjórninni, en þetta sem er að gerast í COVID núna,
það hlýtur að vera rosalega vandasamt af því maður sér það bara ekki bara á Íslandi stjórnvöld út allan heim einhvern veginn bara svona við erum að gera eitthvað í fyrsta skipti og við vitum ekki alveg og það oft svo auðvelt að vera vitur eftir á að þú veist á einhverjum á hvaða punkti, þetta rosalega þunn lína á hvaða punkti að því fyrst voru einhvern veginn allir sammálum bara, heyrðu, við förum í þessar aðgerðir, það allir með í liði nú upplifum maður á meðan að við erum að taka þetta samtal hér, að í fyrsta skipti komið svona smá, einhvern veginn víðir að koma fram og það bara fólk ekki að fara eftir reglunum þarf þá ekki strax að fara að skoða, getur verið að reglurnar séu ekki í lagi ef að fólk bara fer ekki lengur eftir þeim, skilur við Nei, ég menna, kannski þarf að skoða það, ég veit það ekki. Það fyrsta sem ég hugsa, og aftur, kannski það bara því ég svona einhvern veginn smá á móti yfirvaldi eða eitthvað, ég hugsa bara leið og reglur eru orðnar þannig að meirihlutinn fer ekki eftir reglunum, þá getur ekki alltaf bara bent á fólki, þá þarftu líka að skoða, við sem erum að setja þessar reglur erum öll á launum hjá hinu opinbera, við erum ekki að missa vinnun okkar, við erum ekki að missa fyrirtækin okkar, getum við skilið fólkið sem kannski alltaf öðrum spórum við, aftur talandum bara enn kærleika, sko, að reyna einhvern veginn að skilja, við erum öll með ólíkan ótta í þessu COVID-dóti, við erum ólík sjónamið á þetta, til dæmis bara eitthvað sem blasir við mér, að það engum úr engageiranum hleyftað ákvörðunarborðinu. Já, ég veit ekki hvar þú staðsettur Kára Stefánsson í þessu, sko, með engageiran, sko. Já, hann eiginlega sko lengra í að það ekki sami Kári Stefánsson og var hérna í Vitali á mér allavega, ég veit ekki hvað gerðist hjá Kára hann er orðin mjög mikið annað maður en hann var hérna fyrir nokkrum mánuðum En má ég segja bara þetta og þú spyrir hvort þetta sé ekki erfitt en þetta er auðvitað vandasamt og ég ætla bara að líka þessu saman við það mitt starf sem fjallaleiðsögumaður ég fer oft með hópa upp á bara erfið fjöll og þar er ég í því að hjálpa fólki að setja brotta á fætuna, krjúpandi fyrir fram að það og setjandi plástra á hæla og svo framvegis og framvegis í algjöru þjónustuhlutverki. En ég er líka í því að segja, við ætlum að sleppa þessum tindi. Við ætlum að fara niður núna eða taka ákvarðanir það hvernig, hvað verður leiðangurinn. Það er oft maldaði móin og það er mjög gjarnan einhver sem er óánægður með ákvörðunina en ég ákveð þetta vegna þess að það er í mínum verkahring að fylgjast með hópnum og ákveða hvað hann ræður við og hvort hann líði vel þannig er búin að fá mig í þetta hlutverk og ég þarf að standast það að ég sé að koma þeim öllum til byggða aftur heilum Veist, það geta verið alls konar skoðanir á ákvörðunni sem er tekin á endanum er þetta á mína ábyrgð ef það fer illa þá mun fólk spyrja, býtu af hverju helstu áfram? Og þetta er nákvæmlega eins í pólitíkinni. Veist, bara hvernig næstu kosningar fara eða hvernig flokkum reiðir af skiptir engu máli í því samhengi. Veist, það er bara stjórnvöld eru með þessa ábyrgð núna og þau verða bara að reyna að takmarka skaðan eins mikið og hægt auðvitað efnaðslega, en fyrst og síðast þegar kemur að lífi og heilsu fólks. Sammála. Ef þú tekur ykkur að ranga ákvörðun í þessu, þá bara deyr einhver. Einmitt, en þá kemur, af því að nú veit ég að það er ennþá fjölmiðlamaðurinn í þér þarna. Ef þú væri hinum með við borðið núna og væri fjölmiðlamaður, því ég stundum horfa á þessa blaðamannafund og fjarska og ég ætla alls ekki að fara að gagnrýna, en þá kemur aftur bara mér, ef ég ætla að fara að því mér stundum vant að gagnrýna spurningar á blaðamannafundina. Ef ég ætla að fara að koma með gagnrýna spurningar á, þá er ég að líka hugsa getur ekki verið að þið séu að skaða fleiri með aðgerðunum heldur en þeir að verja vegna þess að ég var að fá það staðfest núna bara úr einstar hringa. Sjálfsvíg á Íslandi hafa farið upp 70% á þessu ári. Geðsjúkdómar á leiðinu upp, fíknisjúkdómar á leiðinu upp. Þannig á endanum, ef ég bara hugsa heildina, þá verð ég alltaf að vega og meta hvenær er skaðin orðið meiri af aðgerðunum heldur en af því að gera ekki, skilur við. Og þetta hlýtur bara að vera rosalega vandasamt. Ég er alls ekki að gera lítið úr því, en ég stundum bara eins og þá kom það aldrei langt tímabiliðna það sem að var ekki leyft neitt mikið að það væri verið, og mér finnst það ennþá verið eins og þegar kom erlendur eða íslensku læknir sem starfar erlendis og leyfði sér að blanda sér í umræðan í daginn. Það var nánast bara að tala við hann eins og hann, ætti nú bara að drulla sér burt, og mér finnst þetta leiðilegt. Það auðvitað á ekki að gera það og á hlusta og þetta er bara eðlilegur hluti af umræðinni og þreita gagnvart þessu ráðstöfunum er bara mjög eðlileg
alls konar kvíði og áhyggjutilfinningar og hérna, það sem að þú lýsir, sjálfsvíg og annað slíkt, þetta bara hluti af því sem að við erum að eiga við. Þess vegna eru á meðal þeirra sko 30 aðgerða sem að stjórnvöld hafa gripið til þess að mæta afleiðingum COVID og COVID-sins, bæði hvað varða fyrirtækin og einstaklingana og fjölskyldunar í landinu, þá aukið fjármagn til geðheilbrigðismála meðal þeirra. Aukin áhersla á jafnréttismál og aukin áhersla á kynningar, starf vegna heimilisofbeldis og svo framvegis og alls þess sem við þekkjum að fylgifiskur þess að fólk lokast inn í heima hjá sér. Þannig að það verið að mæta eftir því sem best verður á kosið þeim afleiðingum sem að þetta hefur í för með sér. Hvað finnst þér að því þú hefur verið dálítið mörg og svona eiginlega allstaðar við borðið, þú hefur verið stjórnmálamaður, þú hefur verið fjölmiðlamaður, þú hefur verið ráðgjafi stjórnmálamanna og þannig að þú hefur dálítið víða sýn. Hvað finnst þér umræðuhefðin á Íslandi? Af því að held ég að verið með, hvort ég var með Frosta Logason einn daginn eða í Mikael Torfason sem hún ræðum, mér finnst eins og sko umræðuhefðin en ég ekki að segja kannski hún hafi öllu leyti verið betri en það einhvern veginn, mér finnst meira komið einhvern veginn núna þetta að það bara ákveðna skoðanir ekki lifðar. Ertu ósammála því? Já, ég ósammála því. Vegna þess að sko, mér finnst rosalega margir segja þetta og ég lenda aðalega í köllum svona kannski 5-10 árum eldri en ég sem segja að það má ekkert lengur. Það má ekki segja, Brynjar Nílsson alveg frægur fyrir þetta, sko, alltaf kvart yfir því að megi ekki hitt og megi ekki þetta. En hefur það stöðvað hann? Nei, reyndar ekki. Hann ekki að segja það sem hann vill segja? Algjörlega. Allir mega segja það sem þeim sýnist. Það hefur ekkert breyst í því. Þú verður bara að þola það að það sem þú segir gagnrýnt. Þú verður bara að þola það að mjög margir eru ósammálaðir. En þá ég að tala meira eins og kannski til dæmis í COVID-inu. Já. Núna allt í einu kannski má aðeins fara að tala með en í apríl og mæ ef einhver hefði vogað sér að tala þá hefði strax verið sagt þú vilt bara drepa gamalt fólk og það finnst mér svo leiðilegt þegar umræðan komið þangað bara, má ég ekki hafa skoðun, ert það að reyna að halda því fram ég vilja myrða gamalt fólk það er kannski meira þetta sem ég að tala en einhvern veginn svona það fundin auðveld leið út úr rökræðan var þetta svona, hefur þetta alltaf verið svona? Já Okay. Nei, sko, sumpart þetta bara hluti af því sem að við að eiga. Það alltaf tilfinningar í spilinu og við erum misgóð í því að láta þær hafa áhrif á því hvernig við tölum saman. Og veist, Íslendingar eru náttúrulega bara skelfilegir í að tala saman á samfélagsmiðlum. Við erum alltaf í hástöfum, við erum alltaf í alveg sko verstu mögulegu rifrildum sem hægt að hugsa sér sko. Og ég sé það og við bara margir kannast við það að þegar fylgjast með svona skoðanaskiptum á fésbókum erlendra vina sinna að það verða ekki svona brjálu rifrildi. Er það ekki? Twitter svolítið að fara út í þetta núna hér fyrst mér það verða svona orðin aggressívari og einhvern veginn svona verri. Ég ekki á Twitter ég bara, ég þar út að ég bara svona starfsins vegna, ég fylgist með sko, hvað verið að segja hvernig þetta sko, þannig að þetta þetta svolítið ágefni og ég meina, ég veit ekki hvort þú hefur hort á þessa mynd þarna sem að komin á Netflix núna Social Dilemma Já, sem að þetta verður til að við einangrum okkur inn í þessum mengjum Algjörlega. Og erum bara umgangast fólk sem eins og við og með sömu skoðun og annað slíkt sko. Þetta rosalega, það reyndar það sem ég held að við getum báði verið sammála með hefur breyst. Algoritmanir hafa breytt því að við fáum bara miklu einsleitari ef ég myndi að opna YouTube-ið þitt þá ég líklega að fara að sjá allt annað YouTube en hjá mér og svo framvegis sko. Þetta hrikalegt sko, þetta verður svo svo mikil aðgreining og það gerir svo mikið úr skoðanágreiningnum og það sem að mér hefur þótt svo skemmtilegt eins og til dæmis í útivistinni og útiþáttunum sem ég hef verið með bara að þegar við komumst út í náttúruna þá skiptir eiginlega engu máli í hvaða flokkum við erum eða hvaða skoðanir við höfum á tilteknum málum okkur kemur rosalega vel saman og það rosalega stutt á milli okkar. Þannig að þetta þetta frábær punktur. Já, ég meina, náttúran jafnar okkur svo fullkomlega. Það skiptir engum máli úr hvaða stjórnmálaflokki eða úr hvaða stöðu, það verða allir jafnir og það allir bara að njóta sömu hlutana. Ég hef oft hugsaði mitt að ef líffræðin í mann góð, maður nýbúin að vera að hreyfa sig, maður út í náttúrunni, þá maður einhvern veginn betri í að tala við eitthvað sem maður ósammála. Já.
Þannig svona að hugsa sko þegar þú ert inn í einhverju húsi og allir eru hérna í tölvunum og streitu og ekki búin að hreyfa sig að þá líklega að það verði argument út af því að maður kannski bara búin að borða óholt og sofa of lítið. Það svo glötu leið til þess að tala saman sko. Þetta ekki hægt að tala svona saman sko. Nei. Og þegar maður, ég hljómsveit sko. Við getum ekki tala saman á Messenger sko. Ekki? Nei, við þurfum að tala saman sko. Akkur endar það í rifrildum? Það endar bara í rifrildum sko. Okay. Þetta bara í rugli sko. Og það bara sama með fjölskyldur og ástvinni og annað slíkt sko. Þú ert alltaf að lesa þetta í því skapi sem þú ert í sko. Það er enda frábær punktur. Getur ekki tekið kaldhæðni, getur ekki fattað húmor og svo framvis. Þetta bara, en hins vegar sko get ég verið að tala í gönguferðum við bara brjálaða virkjuna sína og veist sem að og það bara hressandi þras. Akkurat. Það bara mjög skemmtilegt þras með glimt í aunen og bros út í annað og menn eru bara að tala saman sko. Ég veit ekki, mér finnst fátt skemmtilegur en að ræða við eitthvað sem ég smá ósammála á meðan það ekki íllindi. Það bara gott þras. Já, líka. Gulli betra. Gott þras, gulli betra. En líka út af því maður hefur svo gott að því að skipta stundum skoðun. Sko. Já. Og besta leiðin til að skipta skoðun að ræða við eitthvað sem ósammála manni sem samt það rökfastur og góður að næra fá mann til að segja, það okay. Ég hafði kannski aðeins ránt fyrir mér, ég til að og ég reyna einhvern veginn að horfa á þannig að daginn sem ég ekki lengur til að skipta skoðun, það dagurinn sem ég í vondum málum. Sko. Mér finnst það vera svolítið svona í þessari umræðu hefða það bara, ég ætla aldrei að skipta skoðun. Já, akkurat. En það bara rosalega gott að geta það og geta sagt nú dreg ég tilbaka fyrir yfirlýsingu og held hennu gagnstæða fram. Veist, það hlýtur að vera bara manni holdt. Langar að fara aðeins í fjölmiðluna. Já. Hvað finnst þér stöðu fjölmiðla á Íslandi núna? Eins og hún í dag. Að ég veit að maður dettur svolítið í þetta einhvern veginn allt var betra einu sinni og eitthvað. Já, ég hef ekki hugsað það í sjálfu sér sko neitt grúndið. Mér finnst þeir bara að vera frekar öflugir. Það eru margir mjög góðir fjölmiðla menn og konur. Veist, mjög margir sem að standa sér bara frábærlega í sínu starfi. Ég bara, mér veist, vera rosa svona gróska. Og veist, það svona margir miðlar og ákveði svona fjölræði í gangi. Veist, það ekki þannig markaður að ef einhver saga mjög óþægileg fyrir einhvern mógúl að þá hún ekki sögð. Skilur, þetta allt kemur fram einhver staðar. Já, við erum náttúrulega komin á allt annar stað. Hvenær byrjaði þú þegar upp á Stöð 2? 98. Já, þá það bara Stöð 2 og RÚV, ekki? Jú, sjónvarpi. Jú, Skjár 1 var reyndar svona eitthvað að byrja þá. En ég segja bara því það allavega fjölbreytnin orðið svo miklu meiri núna út af því það orðið svo miklu auðveldur að starta fjölmiðli án þess að vera með rosalega yfirbyggingu. Já. Þannig að það einhvern veginn eitt og sér að því maður alltaf í þessu dilemma annars verður eins og þú talar með myndina svo sér dilemma, algoritmandir en síðan eru líka svakalegi kostir við tæknina sko. Já, mér finnst til dæmis eins og podcastið mjög athyglisverð viðbót. Podcastið kom svona á sínum tíma svona, sem einhver svona bóla sem að nokkrir náðu og dó síðan út og kom síðan aftur með alveg svona vengeance sko. Það sem að bara á síðustu árum höfum við séð sko bara þetta miðil vaksa sem sko mjög svona sjálfstæða grein innan fjölmiðlunar. Og rosalega skrítið út af því að þetta meikar eiginlega engan sens að því það var alltaf, kontenti var að styttast. Já. Svo kemur allt í hennu bara markaður fyrir eitthvað sem miklu lengri en allt sem hefur nokkuð þekkst. Já. Og þá kom í ljós sko fyrir okkur sem æfum eða okkur sem ferðumst mikið hvað þetta þægilegt fyrir okkur að vera með í eyrunum eitthvað gott podcast sem að tekur kannski 2 eða 3 tíma, þú kannski að taka rosa langt hlaup og þetta eitthvað sem að fer með þér allan tíman sko, eða þú ert að keyra norður og þú bara búin að raða nokkrum góðum Sölva podcastum upp og þetta bara hverfur tíminn sko. Kekja. Eða vera með Illuga með sína frábæru ljósu sögunar sko. Já, nákvæmlega. Ég og það það sem kannski sérstakast að nú að ég alltaf pæl, en þetta erum við náttúrulega í ólíkum stöðum og störfum, en eftir að ég byrjaði mína þætti og ég þarf að hlusta á mína eigin þætti, þá ég samt byrjaði að hlusta á meira af öðrum þátt. Og maður hugsaði að það næstu því eins og ég hafi endalausan tíma til að vera með content í eyrun. Að því við erum farin að
vera með þetta þegar við erum að setja í þvottavélina, við erum með þetta þegar við erum út að hlaupa, við erum í bílnum, þannig að þetta einhvern veginn svo, þetta ekki rosalega svona takmörkuð auðlind einhvern veginn að þetta sé bara hægt að gera þetta í x marga mínútur á dag. Sko. Nei. Og svo þetta líka, eins og bara þessir Audible og Storytel og þessir bókarmiðlar, sko, veist, þetta hefur alltaf hvað mig varðar mjög jákvæð áhrif á það að ég farin að hlusta á miklu meira hljóðbókum heldur en ég gerði áður. Og já, bara mjög ánægjuleg svona gróska þar, svo gríðarlega gaman að sjá hvernig sumir miðlar eru farin að blanda þessu öllu saman, sko, þannig að þú ert að skrolla niður og það er myndræn frásögn og það koma hljóðfælar og það koma vídeófælar inn í og þetta er svona allt í svona multi Storytel. Þú tókst nú þátt, eða ekki bara tókst þátt, þú varst eiginlega svolítið yfir einu stærsta frumkvöðlaverkefni fjölmiðlunar í Íslandssögunni, NFS. Já. Það hefði nú verið gaman að það hefði verið komin kannski sama tækni og það í dag þá, til þess að geta sett kontentið í símana og svona á fleiri staðir. Sko. Já. Það sem að klikkaði eiginlega við NFS var að það var ekkert að frétta. Ég man því. Það gerðist ekkert. Já, stóra mómentið sem við vorum búin að bíða eftir, það var þegar Unnur Birna var ungur og heimur. Já, akkurat. Já. Alltaf að bíða eftir að kæma eitthvað rosalegt, svo vann hún ungur og heim. Allir myndu vilja sjá, sko. Stanslaus útsending bara í heila helgi. Nei, ég meina það var gríðarlega lærdómsríkur tími fyrir mig að fá að taka þátt í því. Ég var náttúrulega bara útvarpsmaður á talstöðinni og formaður blaðamannafélagsins þegar Gunnar Smári býður mig um að hitta sig og ræðir þetta projekt og í þetta fór 2 ára minni ævi að setja þetta upp og endaði með miklum hvelli. En sko bara fyrir ungan mann, hvað er gamall þetta er? Þetta er bara, ég er 33, eitthvað slags. Þetta var ekkert smá stórt verkefni. Að fá svona, sko, ég meina, þetta var eitthvað projekt upp á einhverjar bara 700 milljónir og ráða rosalega mikið af fólki, flytja heila fréttastofu, sameina deildir, vera allt í hennu bara komið með eitthvað 120 manns sem að ég var ábyrgur fyrir og já, og bara búa þetta til, sko. Bara gríðalegu skóli, sko. Þetta var rosalega, sko, því þú varst náttúrulega stjórnandi. Þarna var ég svona, ég ætla ekki að segja kannski stíga alveg mín fyrstu skref. Ég var búin að vera 2-3 ára upp á Stöð 2 og ég man bara eftir að því ég var á vöktunum, ég og Sindri vorum að skiptast á að lesa alltaf stuttufréttatímana. Já. Svo var ekkert alveg búið að hugsa fyrir því að svo náttúrulega þurftum við að taka frí og þá var eitthvað fólk sem var á öðrum degi allt í einu komið í settið í beina út. Ruglið, sko. Þegar grínskrínið glemdist eitthvað tíðan hjá Reyni og Eiríki og það var eitthvað sem mætti í grænni peysu og það var bara haus ég held að fólk sem var ekki innanbúðar átti sig ekki á því hvað það þurfti að hugsa margt. Sko rosalega mikið af fólki sem að er í fjölmiðlum í dag, bæði sem fréttamenn, sem pródúsentar, sem tökumenn og blaðamenn sem byrjuðu þarna. Þetta er gífurlegur skóli. Þetta er bara tugir manna, sko, tugir bara sem að tóku sín fyrstu skref þarna og út af því að við höfðum þarna fjármagn og út af því að þetta var, sko, svona blaðamannastöð í raun og veru, sko, búið til að fréttamönnum, þetta var búið til að content fólki, þetta var ekki búið til að, þetta var ekki búið til að bönteljurum eða tækniliði, þetta er bara fólki sem var brann fyrir sögu. Að segja söguna, sko, og koma þessu út og vera bara blaðamenn. Það var bara svona draumur fyrir blaðamennskuna. Já, þetta var geggjað. Svo verið að kenna okkur einmitt að nota kamerur af því við áttum að vera vídeójournalistar og kenna fólki að klippa, kenna fólki að setja alltaf fréttina sína á netið, eitthvað sem maður þykir bara sjálfsagt í dag. Akkurat. Og þannig að þetta var bara, já, þetta var gríðarlega mikilvægt, bara hefðum þurft að fá eitt eldgos eða hrun eða eitthvað bara sem að hefði svona gripið eins og þessir atburðir hafa verið að gera með reglulegum hætti síðan. Já. Heldur að það hefði á einhverjum punkti verið, erum við ekki bara að fá fyrir svona? Það sem að klikkaði þarna var að stöðin, sko, tók aldrei skrefið til fulls að tryggja viðtaka dreifingu. Það var aldrei gengið almennilega frá því að þetta væri í bara sjónvörpum allra.
Já, bara á landsbyggðinu. Já, þannig að, veist það, bara þegar eitthvað sem er ekki í þínum höndum er ekki, bara klárað og fullnust almennilega, þá er lítið að gera. Þá þetta verður, áhorfið ekki mikið, sko. Nei, mitt. Þannig að þetta er svona svolítið eins og að bara búa til alveg rosalega gott blað en flaska algjörlega á dreifingunni. Einmitt. Þú veist, það bara, þá er betur heima setið, sko. En á móti kemur, þetta var bara rosalega svona skemmtileg tilraun, frábært að þetta skyldi hafa verið gert og þetta skilaði okkur bara gríðarlega færu fjölmiðlafólki sem er ennþá að í dag. Já, af því að það er kannski, maður var kannski ykkur í beinni útsendingu og það voru kannski ekkert margir að horfa, en þetta er sama beina útsendingin eins og það eru margir að horfa. Það er að segja, sá sem er að taka beina útsendingun er að æfa sig, sko. Já, algjörlega. Þannig að fólk fekk ómetanlega reynslu þarna. Ég meina, ég veit ekki hvað eru margir sem eru að vinna bara á RÚV til dæmis núna, sem bara 20 manna sem að stigu sín fyrstu skref þarna. Já, einmitt. En þú sagðir að þú hafi verið þegar þetta byrjaði útvarpsmaður á talstöðinu og formaður blaðamannafélagsins. Er það ekki rétt munaði mér að þá varst að koma aftur inn í fjölmiðlana eftir að þú sagðir að þér út af Íraksstríðsfréttum? Jú, akkurat. Það var alltaf virðingavert, sko, að þú tókst strax ábyrgð, þú gerðir hann ákveðið mistök og þú bara sagði strax af þér. Man eftir því að ég var hann að byrja þér inn á Stöð 2. Sko, fréttin snerist það hvenær ákvörðunin stuðning Íslands við Íraksstríðið hefði verið tekin. Og Halldór og Davíð héldu því fram að þetta hefði farið inn á ríkisstjórnarfund og verið fjallað þar. Akkurat. En tilkynningin sem sagt ákvörðunina og umfjöllun hana birtist, var þannig að það stóðst ekki skoðun, sko. Stóðst ekki skoðun. Einmitt. Og ég gerir frétt þarna það sem að er tímamismunur og annað slíkt, það sem að þótti, sko, mér þótti renna stóðum undir þessa fullyrðingu, sem að ég hafði síðan fleiri heimildi fyrir. En það er síðan ekki fyrir 2007 að Halla Gunnarsdóttir, blaðamaður á Mokkanum, birti fréttina það að fréttin mín var rétt. Já, það var svoleiðis. Það var þannig. Þegar ákvörðunin var tekin af þeim tveim áður en ríkisstjórnarfundur var haldinn. En þú sagðir af þér vegna þess á þessum tíma. Ég gat ekki sannað það á þessum tíma. Já, út af því að þú ruglaðist á klukkunni. Já, einmitt. Hvernig leið þér þá þegar þú ferst að staðfesta fréttin hafi verið rétt? Ég leið bara vel. Ég vissi alltaf að hún var rétt. Já, varst ekkert efins þá að segja af þér? Nei, út af því að það var bara, var ekki hægt að bara setja fréttastofuna í það spotlight að þurfa að verja mig, sko. Mér varst að vera algjörlega bara grundvallaratriði og þú hreinsar þig ekki og tekur ekki ábyrgð nema að þú bara segir, ok, ég ætla að stíga á sviðinu. Nú höfum við samt alveg rosalega mörg dæmi, bæði úr fjölmiðlum en ekki síður úr stjórnmálum, að fólk gerir eitthvað sambarilegt og segir bara þetta gleymist. Já, fyrir frí. Fyrir frí, einmitt, og gleymist. Því ég hugsa, þetta var alveg þannig að ef þú hefðir ekki sagt af þér þá þú hefðir alveg geta verið að nynna áfram. Já. Þú veist. Já. Það hefði bara verið rosalega erfitt, að vera formaður blaðamannafélagsins sem að var ekki, þannig formaður blaðamannafélagsins sem að lagði mjög mikla áherslu á fagmennsku og áreiðanleika og góða blaðamennsku. Og með, blaðamannafélagið er ekki bara hefðbundi stéttarfélag sem að semur krónur og aura fyrir sína félagsmenn, heldur líka svona útvörður fjölmiðlafrelsis og tjáningafrelsis og vandara vinnubragða. Og þannig að það litaði þar mjög þessa ákvörðun. Og svo bara þegar maður er í einhverjum vafa svona hluti, þá má maður bara vera tilbúin til að taka stökkið. Það er alltaf eitthvað annað sem opnast í staðinn. Eins og þetta reyndar, eins og kom í ljós þarna, Þannig að bæði þarna og svo þegar kom að þinginu og bæði 2012 og 2013 skiptum flokka og hætt á þingi og vera bara svolítið svona kaftinn á eigin skipi, þá reynst mér vel að bara svona go with the gut. Þetta tímabil þarna, það gekk ýmislegt á, hann alltaf var þetta þegar Davíð var fórstisráðherra og svo Halldór, og þarna kom þú vorst að segja mér á hann, þarna komi fjölmiðlalögin koma þarna síðan inn, þar sem fyrsta skipti í lýðveldissögunni synjar forsetulögum. Þú hafðir eitthvað að gera með byrjunin á því máli? Sko, þetta var þannig að ég kem í viðtal sem formaður blaðamannafélagsins í Íslandi bítið, sællaminningar. Og þar segi ég og er að fjalla þar fjölmiðla frumvarp
Davíðs Oddssonar að það væri réttast að safna undirskriftum gegn þessu og skora á forsetann að undirrita ekki þessi lög. Og svo einhver viðburður niður í bæ eftir þetta, það sem að við vorum bara mótmæli við Alþingishúsið, ég held að við höfum verið að leggja banana upp á Alþingishúsinu. Alveg rétt. Og þar hitti ég Svan Kristjáns sem að stjórnmálafræði prófessor sem að segir þetta nú ekki afleitt hugmynd hjá þér sem þú varst að fleita þarna í morgunsjónvarpinu í morgun. Þú ættir að gera þetta. Og og ég hugsa bara, já, það er líklega ættum bara að gera þetta. Og ég bara hitti Karl T. Birgisson strax eftir þetta, bara á Austurvelli og ég segi, ég er að hugsa að bara hefja svona undirskriftarsöfnun og fá fólk til þess að bara mótmæla þessu frumvarpi. Og Kalli segir já, það er frábær hugmynd og þetta er að gera það og stingur upp á Ingari Sverrisinni almannatingli sem svona operator, sem svona maður sem getur framkvæmt þetta. Ég tala við Ingvar og við bara förum að stað með þetta. Og þetta endaði í hvað, rúmlega 30.000 undirskriftum? 32.000 undirskriftum, reyndar 36 sko, við náðum ekki að skila síðasta batsinu til forsetans. Hvað var það, þegar maður horfir svona tilbaka, nú náttúrulega svo langt liðið, hvað var það sem var slæmt við þessi lög? Var það bara, þetta var bara til höfuðs? Já, þetta var uppbrot á eignarhaldi, þetta var klárlega bara miðað á Jón Ásgeir. Og og svona þetta var mjög litað af óbeitt Davíðs á honum og hans fjölmiðlaveldi. Þetta hefði verið strangustu fjölmiðlalög í Evrópu. Það kemur að eignarhaldi og dreifingu á því. Aftur, maður einhvern veginn oft í nútímanum að þá, maður horfir á okkar sem í fortíðin, en þarna finnst mann eins og það hafi verið meiri átök, sko, ef ég ber þetta saman við nútíman. Nú erum við með ríkisstjórn, þar sem Katrín Jakobsdóttir og Bjarni Benediktsson saman í ríkisstjórn. Og ef þú horfir á viðskiptalífið þá ekki eitthvað svona augljós slagsmála milli stjórnmálamann og viðskiptalífsins. Þetta dálítið breytti tíma núna meðan við þarna þegar það var bara einhvern veginn einn á aðal viðskiptamönnunum og forsætisráðherrar voru bara nánast í opinberum slagsmálum og það hefði verið óhugsandi að Steingrímur Jóð og Davíð hefðu myndað saman ríkisstjórn og... Já, náttúrulega rosalega þeir hætta þegar myndaðar eru stjórnir til hægri eða vinstri þá hættan alltaf að þessi polarisering verði sem við erum að sjá svona mjög ákaft í bandarískum stjórnmálum. Núna hef ég reynslu af því að vera aðstofamaður í ríkisstjórn frá 2007 til 2009 hrunstjórninni það sem að ég var aðstofamaður samgönguráðherra sem að var líka svona breið stjórn samfylkingar og sjálfstæðisflokks og hún naut ótrúlega stuðnings alveg fram að hruni. Hún var alveg með 65-70% stuðning eiginlega meira að minna allan þann tíma sem hún starfaði sem að ég held að hafi verið einhverjir 18 mánuðir ef mann rétt. Þannig að og miklu svona friðvænlegra í samfélaginu og það náttúrulega krefst þess af stjórnmálamönnum að þeir geri kompromiss, að þeir geri einhverja málamöðlum sín á milli og búi til stjórnarsáttmála og þessu unnið eftir honum. Og ég held að mjög mörguleiti, bara af reynslu minni af þátttöku í stjórnmálastarfi síðustu svona 15 árin tæplega það, þá er þetta betra svona farsælla módel fyrir þjóðina, það er meiri friður og það er bara verðum bara svona býta það í okkur að kyngja því að það næst meiri árangur fyrir alla þegar við erum að tala saman og erum ekki að polarisera samfélagið. Ég myndi taka undir þetta með þér sko, því að mér svo sérstakt að það sýnir manna náttúrulega svolítið bara hvernig þetta COVID-tímabil og hvað COVID hefur breytt miklu, að ég með mína skoðanir á því, þú veist, aðgerðunum í COVID og allt það, skilur, það er kannski ekkert að lesa eitthvað í það, en fyrir þetta tímabil, þá var ég fyrstur allar til að segja, það er nú tiltölulega mikill stjórnmálalegu stöðuleiki á Íslandi þó það sé sjálfstæðisflokkur og Vinstri grænir. Þetta virðist nú bara vera frekar svona Þetta virðist vera betra heldur en þegar við höfum verið með þessar ríkisstjórnir sem hanga á einum eða tveim mönnum sem geta skipt skoðun hvenær sem er. Sko. Já, mér varst mjög athyglisvert að fylgjast með, ég verð að viðurkenna það, þetta fyrst skipt sín hægt á þingi sem ég fylgjast með stefnuræðu forsætisráðherra núna á 50. daginn síðasta, eða síðustu viku. Ég veit ekki hvernig það ætlar að sína þetta, þannig að það er ekkert rosalega langt síðan. Þetta verður sýnt svona 10 dögum eftir að við erum að taka þetta. Já, ok.
og og þá ég svona bara að fylgjast með því hvernig hvað áherslur flokkarnir eru með og hvernig þeir eru að tala og svona heilt yfir þá fannst mér mjög athyglisvert að hlusta á ræðu Sigmundar Davíðs sem er efnismikil ræða það sem hann fer alveg í svona 10 efnisflokka og ég held að ég hafi verið ósammála hans skoðun í þeim öllum okay. og veist, fyrir mig svona persónulega og pólitískt þarna ákveðin átakalína í stjórnmálum sem að mér finnst ástæða til þess að hafa áhyggjur af og ég held að séu mjög margir í stjórnarandstöðunni núna, Píratar, Viðreisn, Samfylking sem eru líka mjög á móti þessum hugmyndafræðilegu línum sem að þar eru en enginn þeirra talar þá vegna þess að þeir eru mjög fixeraðir á það að komast í valda og þeir sjá einu leiðina til þess að komast í valda að grafa undan stuðningi við Vinstri græna. Þannig að þeir hamast á Katrínu Jakobsdóttur og sú sem að fer og segir við Sigmund Davíð, þetta stjórnmál, þetta pólitík sem að mjög ógeðfelld, það Svandís Svavarsdóttir. Þannig að þetta fannst mér mjög athyglisvert, að þú getur verið það blindaður í löngun þinni til þess að komast í valda, að þú sjáir ekki, með hverjum ég að fara að gera það og hvernig fyrir hverju eru við að berjast í þessu landi. Annað dæmi, það eru varaformans barátta í Samfylkingunni og það eru yfirlýstir feministar í Vinstri grænum sem eru að ganga í Samfylkinguna til þess að hjálpa konu á móti konu til þess að verða varaformaður við liðan á kalli á meðan þú ert með Vinstri græna sem femínískur flokkur þar sem að kona forsætisráðherra á einhverju mestu örlaga stundu í lýðveldissögunni í heimssögunni væntanlega eða mjög líklega mér finnst þetta mjög athyglisvert ég hugsa mér sjálfum með hvað kom fyrir en getur það ekki bara verið vegna þess að þarna ekki nú ánæðir með þessa tilteknu konu en þá ég meina, hvað viltu þá? Aðra konu sem öðruvísi en þú ert þá að fara í stjórnmálaflokk sem ætlar að gera karl að forsætisráðherra reyndar sýnist mér þegar ég horfi svona yfir stjórnmálasviðið þá sýnist mér að það séu allir að fara að vilja mynda ríkisstjórn með Katrínu Jakobsdóttur heldur það? Það finnst mér mér finnst Logi tala þannig finnst hann að tala þegar hann tala þessa vinstristjórn og mér sýnist það svona vera trendið hjá þeim flestum ég held að þessar næstu kosningar muni að mörguleyti snúast það hennar svona framistöðu sem forsætisráðherra hvernig við erum að koma út úr COVID og hvernig við erum að sigla inn í þetta og ég held að mjög margir muni velta fyrir sér hvort þeir vilja hafa hana áfram eða ekki og það verður svona svolítið stóra spurningin og ég held að stóra spurning geti ekki orðið svo ef að ég vil það áfram og þá verði ég að kjósa Katrínu Jakobsdóttur Hvað myndirðu, að því ég einhvern veginn, þú talaður að þú hefði lesið þar sem Sigmundur Davíð var að skrifa og verið ósammála í öllu mér finnst alltaf gott ef ég get verið ósammála einhverjum af því ég veit hvað ég hef hann myndir ekki vera sammála mér í því af því það kannski það sem að mér stundum af því ég alveg upp á vinstri sinnuðu heimili og allt þetta mér svolítið hafa verið að ágerast að kannski, ég veit ekki alveg hvernig það núna það ágerðist mikið sérstaklega árunum fyrir hrun og svona, að vinstri sinnaðir stjórnmálamenn vildu líka vera vinir bankamannana, en líka vera vinir öryrkjana og þú veist ekki hvað þú hefur það og það endar síðan á að Samfylkingin fer úr því að vera 25% af flokkunni þeir í 7-8% af því þeir eru að reyna að vera vinir allra í staðin fyrir að segja bara hér eru línundur okkar við erum að gefa ykkur rosalega skýran valkost Það sem að fór í töðunar á mér í Samfylkingunni var svona kúltúr þess að reyna að vera alltaf með vinsæla skoðun Akkurat og bakka þá ef að það kom í ljós að það sem þú sagðir var ekki vinsælt eins og Ágúst Ólafur gerir núna í þessu ömurlega kommenti sínu að þetta sé ríkisstjórn Bjarna Ben þegar hann leiðréttur með það þá segir hann ekki já afsakið ég mismælti mig heldur rökstuður hann það sem hann sagði við vitum öll hver það sem ræður og það ekki Katrín og síðan kemur í ljós að framkvæmdastjóri flokksins varaformaður flokksins fyrirrandi formaður flokksins taka undir gagnrýni á það sem hann hefur sagt þá biðst hann afsökunar og þetta greinilega mjög óvinsæl skoðun og þetta það fyrir að standa bara við hana og þetta var greinilega undirbúið þá greinilega það sem verið að segja þetta það sem að ég sé að verið að segja á Twitter
Þetta er ekki ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Nei, en ég og það, því þú nefndir annan mann hérna, Brynjar Níelsson, ég er rosalega oft alveg mjög mikið ósammálanum, en ég virði hann fyrir það að hann gefur mig tækifæri og að ég sé ósammála. Sko, ég er bara rosa ánægður þegar við fáum tækifæri til þess að tala pólitík. Mér finnst bara rosa ánægjulegt þegar fólk fer lýsiskoðun sinni og við getum tekist á það. Vegna þess að það er rosalega margt í pólitíkinni sem er aldrei sagt. Eins og hvað? Já, ég get til dæmis nefnt eins og stjórnarskrána á tímabilinu 2009-2013. Það voru rosalega margir sem að töluðu aldrei hvað þeim fyndist hana. Og bara sögðu ekki skoðun sína. Okay. Og það er mjög margt í pólitíkinni margar spurningar sem eru bornar fram af fólki sem að veit svarið, en þykist ekki vita það. Ég reyna að melta þetta. Já, það er bara, þú veist eitthvað, þú veist að eitthvað er óþægilegt og þú berðu upp ykkur spurningu. Skilur, þú vilt ekki að eitthvað mál fari í gegn, en þú vilt ekki heldur segja að þú sért á móti því. Ég skil. Það geti verið bara dálítið erfitt. Þannig að það er svo margt sem er í pólitíkinni sem er ekki sagt. Og það fyrir taugarnar á mér. En ég er mjög ánægður að heyra fólk lýsa skoðun sinni og ég er mjög ánægður með að heyra fólk lýsa skoðun sinni sem að ég er ósammála. Þannig að það er eitthvað sem við getum tekist á það er bara hugmyndir sem eru þarna úti og hugmyndir, þegar það mæta öðru hugmyndum geta orðið að betri hugmyndum. Þannig bara virkar systemið. Hvað og ég segi þetta bara út af því að mér finnst þegar við erum að tala COVID og viðbröð við COVID þá finnst mér við ekki vera að tala pólitík. Skilið, en getum við samt verið að tala á þess að við séum líka að tala pólitík? Já, við erum bara að tala ákveðna krísustjórnun, Ég meina, þetta er bara eitthvað sem að kemur upp sem að við erum, Jú, það er bara mismunandi áherslur í aðferðafræðinni, við glímum við þetta. Ég myndi á móti segja... Þetta er ekki viðfangsefni pólitíkurinnar. En er það ekki líka vegna þess að pólitíkin er stundum komin eitthvað annað en að vera aðalatriði? Því mér finnst, þvert á móti myndi ég kannski aðeins rökstiða, í COVID erum við komin í ákveðna aðalatriðu umræðu sem til dæmis hvar á ríkið að stígin í frelsi einstaklingsins. Rísastór pólitísk umræða, er það ekki? Það getur alveg verið mjög stór pólitísk umræða. Ég meina, við getum alveg sagt við sjálf okkur eftir COVID, allar einhver að fara að rífast það hvort að við erum að vera með opinbert heilbrigðiskerfi. Klárlega ekki. Nei, ég meina, það ekki bara, blasir það ekki við að við erum með infrastruktúr í þessu landi sem að hefur gagnast okkur mjög vel. Já, og ég held líka það myndi enginn fara að segja enga fyrirtæki á heilbrigðissviði eiga alls ekki rétt á sér. Menn við sjáum að samstarf okkar við til dæmis Decode Genetics sem er enga fyrirtæki hefur verið bara gríðarlega mikilvægt og skila miklu árangri. En mér finnst þetta ef við, af því að það er alveg erfitt að ræða þetta þegar fólk er ósammála, þetta vekur upp sterka tilfinningar, en mér finnst þetta að gefa okkur tækifæri og fara í ákveðna lykilumræðu sem er kannski óþægileg, eins og til dæmis þetta, þegar það er sagt hvað á ríkið að ganga langt í að banna fólki að gera ákveðna hluti, segja fólki að gera ákveðna hluti til að verja líf ákveðins fólks og þá segir fólk býtu, við erum aldrei að debatera líf fólks, það er rangt vegna þess að það er bara fullt af tilvikum þar sem við erum víst, til dæmis eins og við höfum komist að því að venjuleg flensa sé ekki eitthvað sem við grípum í svona aðgerði til þó að hún drepi x marga einstaklingu á því. Þannig að mér finnst þetta að gefa okkur tækifæri til að fara í ákveðna kjarnaumræðu þó hún sé svolítið óvinnsæl og geti verið erfið. Já, en eins og ég sagði við það áðan, þarna kemur bara að því hver er farastjóri í túrnum, Já. Og þá bara getur þú valið þegar þú ert að fara í næsta túr að fara með annan farastjóra. Akkúrat, og það er einmitt kannski bara lykilatriði í þess að sá sem stýrir segir ég tel að þetta sé best svona og ég stend og fell með þessar ákvörðun. Þetta er bara mín ábyrgð. Einmitt, og svo hafið þið þá valkost eftir x tíma hvort að þið séuð að meta það þannig að ég að fá að gera þetta aftur. Algjörlega. En ég er alveg sammálaður í því, og ég get þá skipt skoðun hvað það var þar. Ég meina, auðvitað eru hápólitískar núansar sem fylgja COVID, en síðan bara þessi umræða sóttvarnaráðstafanir og 20 manna hámark eða 100 eða svo framvegis. Því ég hef líka bara verið að velta þessu svo mikið fyrir mér út af því að ég er Mér finnst þetta mörgulegt ekki pólitískt. Nei, ég er sammála, þetta er bæði pólitískt og ekki pólitískt. Ef þetta væri það einfalt að það væri bara aðgerðirnar bjarga svona mörgum mannslífum en þær kosta engin mannslíf, þá væri þetta ekki pólitískt. En það sem ég myndi alltaf segja á móti er, við verðum alltaf að vera að skoða
eru aðgerðirnar að kosta okkur önnum mannslíf Já, já. og við verðum alltaf að vera að vega og meta þetta og þetta er ekki einfalt, þetta er bara rosalega flókið sko. En það er svona, ég veit ekki, því ég gerði einhvern tíðan þáttum svona af öllu sem ég hef gert í fjölmiðlum að þá var svona þáttur sem ég ætlaði einhvern veginn svona skúpa af fréttaskýringa þáttur fóstureyðingar, en einhvern veginn fannst mér þetta áhugavert. Þar stendi ég mig alltaf í naði bara eitthvað sem ég held bara að sjálfsögðu er ég á því að það er bara alltaf að lifa fóstureyðingar og þeir sem lifa þeir ekki eru bara nöttarar. Svo hitti ég, við gerð þáttanins mann sem átti barn með Downs. Hann segja að þú áttar á því að það er bara verið að útrýma þessum einstaklingum. Þá þurfti ég alltaf að hugsa, ok, hver tók þá ákvörðun og við tókum aldrei umræðum það er bara þetta er hnakkaþykktamæling, þið er það sjálfsögðu að fá að fara í hana, ef að niðurstaðin er svona þá með það sjálfsögðu útrýma að því tæknin getur alveg farið þangað að við getum farið að skoða alls konar aðra hluti líka. Þetta finnst mér verið að dæmi svona kjarnaumræðu sem er kannski svolítið óþægileg og við bara sleppum því að taka hana sko. Og mér finnst því COVID-in einhvern veginn vera þarna ákveðið tækifæri ef við gerum það rétt til þess að taka ákveðna umræðu sem hingað til hefur bara ekkert verið tekin sko. Klárlega. Ég held að segja það eru mörg tækifæri í COVID-inu bæði fyrir okkur pólitískt og persónlega til þess að svona endurstilla. Er þetta ekki líka tækifæri fyrir okkur til þess að taka mitt skref tilbaka og við erum mögulega að fá tækifæri til þess að endur eins og bara varandi umhverfismál og við erum mögulega að fá tækifæri til þess að skoða viljum við halda svona áfram eins og bara með efnahagskerfið og ég meina þetta er það sem að hluti af þessu verkefni sem hefur verið að er í vinnslu eða er í keislu innan World Economic Forum sem þeir kallaði Great Reset. Ég meina 80% fjármagnsstýrenda á Íslandi var að skrifa undir viljayfirlýsingu með ríkisstjórninni núna bara fyrir stuttu. Það sem að þeir eru að segja við ætlum að beina fjárfestingum og fjármagni í sjálfbæra uppbyggingu. Í verkefni sem að styðja við loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og svo framvegis og þannig verður hinn stóra uppbygging og þetta er dæmi það hvernig við getum notað tækifærið á tímapunktinn þar sem að við erum öll að reyna í þessu limbói að sjá hversu langan tíma þetta muni taka og hvert við erum að fara hérðan til þess að svona bara að fara þá rétt af stað þegar við förum aftur af stað og þegar við munum fara í gegnum þetta og við verðum þetta munbjargast en þetta er bara spurningin það að þetta er lengri viðureign heldur en að við kannski sáum fyrir í upphafi. Ég var að hlusta á bókina og þetta bara þreytist ekki á að fara í þessa sögu þegar Shackleton fer með sinn mannskap til Suðurskautsins 1914 og svo festast þeir í ísnum og þeir eru fastir í ísnum í marga mánuði og svo brotna skipið í spón og þeir eru fastir á ísnum bara í tjöldum í 4 mánuði og svo bráðnar ísinn og þeir ná að sigla til Elephant Island og þar fara 6 og ná að komast í og ná í björgun en það tekur þá alveg 4-5 mánuði að koma aftur tilbaka og ná í hina og meðan voru þeir bara undir 2 árabátum. Og þetta er ótrúlega saga þrautsegju og þol og úthald og mannlega bara getu til þess að vera fókuseraður á það sem þarf að gera til þess að komast í gegnum þetta og þeir eru bara í 2 ár að berjast fyrir lífi sínu upp á hvern einasta dag og þessi bók heitir Endurance eins og skipið og Shackleton og það er bara það sem að við þurfum svolítið á því að halda að vita það að við verðum að vera með augun á boltanum mjög lengi og halda fókus og vera bara opinská að ræða það sem við höfum áhyggjur af. Og það er svo margir sem að hafa bara inn í sér mjög miklar áhyggjur af því hvert þetta er að fara. Er að lesa allar fréttirnar af þessu, er að hafa áhyggjur af ástvinu sínum, foreldrum, börnum, hittingi og svo framvegis. Og það sem þú nefnir með sjálfsvíkstíðni og annað slíkt ég meina þetta er bara raunverulegt viðfangsefni og það er ekkert sem að kemur í staðinn fyrir það þegar áfullir annars vegar en að tala þau og ræða þau opinskátt og hafa þau upp á borðum og skoða þessa sögu Einmitt. Ég lenti sjálfur í því í svona miklu áfalli 2014 þegar ég slasa mig á velsliða og ég fyrir á sjúkrahús með 17 brotin bein og 17 brotin bein og sköðu líffæri og bara þegar ég ranka við mér eftir slysið og þarna ofan í einhverju hólu upp við skjaldbreið
þá gat ég ekki staðið upp og ég bara gat ekki sama hvað reyndi komin á fætur og ég vissi að mjög líklega væri ég með innvortisblæðingar sem að ég vissi ekki hvað væri mjög miklar en ég hugsaði með mér ég gæti bara verið að drepast og það er mjög fyndið að sjá hvað heilin í manni og sjálfið og allt það hefur mikinn svona coping mekanisma hvað maður getur þolað þessu ógn vel á meðan á henni stendur sko hvað maður heldur rósinni og hvað maður bara að velta fyrir sér ég er ekki geta gengið þarna ég er svo líklega mjög skaðaður inn í mér og vonandi kemst ég bara á sjúkrahús í tækatíð og ef ekki þá er þetta bara búið að vera alltaf gott rönn þú veist, þetta er bara ég get það við margt að þakka fyrir og ég á 5 börn og ég er heilbrigður og ég er búin að lifa margar mannsæfir á þessum tíma sem ég hef fengið en síðan líður tíminn og þú nærð þér og þú ferði gegnum þetta langa tímabil þar sem að þú ert í óvissu með hvað sem þetta langdregna áfall og svo kemst út úr því og þá þarftu að fara tilbaka og þá þarftu að fara aðeins inn í hausinn á þér og þú þarft að laga það hvernig þú upplifir þetta vegna þess að þegar þú ert komin út úr þessu og þú fattar þetta verður allt í lagi líkamlega, ég mun geta gengið aftur, ég mun geta hlaupið þetta er bara spurning tíma sem þetta tekur að ég nái öllu aftur tilbaka sem að ég misti þarna þá þarftu að skoða söguna og þú þarft að geta talað hana þú þarft að geta munað hana og þú þarft að geta eins og Rúdolf vinur minn sagði við mig átt von á því að þessi bók detti úr hillunni þegar þú átt síst von á því og þú þarft að geta tekið hann upp og hún mun opnast á þennan kafla það sem þetta er sárast og hvað sem þetta var erfiðast og þú þarft að geta lesið þann kafla loka bókinni og setja henni upp í hillu þetta bara þetta er bara erfitt og þetta bara er inn í þér og ef þú vinnur ekki í þessu og ef þetta er ekki þarna uppi þá fara skrýtnir hlutir að gerast þá verður þú ofsalega reiður mjög skyndilega eða fáránlega glaður það verður eitthvað sem að 2014, 17 bein og samt ertu búin að vera að gera allt það sem hefur verið gert eftir það hljóp marathon ágúst árið eftir Var það ekkert sárt eða? Nei, persónulega var það auðvitað mikill og sætur sigur út af því þetta var svona hægt og rólega að koma og það liði alveg 4 ár þangað til að ég fann að úllurinn á mér var svona hann er verkjalaus ég finn ekki fyrir í honum lengur sko og annar mjög gleðilegur svona fylgifiskur þess að ég lendi í þessu er að læknirinn sem að púslaði saman á mér hendinni sko höndin fer eiginlega af mér sko þessi hún fer úr lið og leggst niður hliðin á og það brotnaði 5 bein inn í hér og öll liðbönd og allt snýst og fer í skraf og það er eitthvað snillingur sem að ég mann því miður ekki nafnið á inn á Landspítala sem að púslar þessu saman upp á bara eins og einhver mósaíkbrotum sko, á millimetra og bjargar á mér höndinni og segir við mig spilar á gítar spilaði mikið á gítar spilaði á hverjum degi til að æfa upp já. Og ég bara spilaði og bara ég gat opnað höndina svona fyrst svona hægt náði þessu og ég hugsaði ok, þetta er bara enn eitt áfallið inn í mér sko, bara þetta er búið sko. En svo bara kom þetta og síðan hef ég bara verið að spila gríðarlega mikið á tónlist fór hljómsveit og hugsaði með mér ok, ég ætla bara alltaf að hafa tónlist í mínu lífi Þú ert svolítið ástæðið fyrir tónlist Vá, ég er mesti tónlistanörd sem að þú bara getur hitt fyrir sko. Ég var annars að segja frá því þegar við hittum síðar sko, og það er gaman að fara á gig Bæði er ég gaman að sjá fólk spila og svo er ég gaman að spila og ég er bara stanslaust að grúska í tónlist þegar ég er með heimastúdíó, ég er með píanó, ég er með hljómborð, ég er með bassa, ég er með gítara ég er í bara algjöru þetta er svona mesta nörda dæmið mitt sko. Ég veit að þú ert mjög duglegur í öllu sem þú vinnur við, þannig að þú ert þá mentalega með alveg nokkuð þétta dagskrá því þú ert með svona mikið áhuga á málum líka. Já, sko, þessi vinna sem að ég var sjangaður í þarna í mars, hún er reyndar búin að vera þannig að ég hafi ekki unnið svona mikið í 15 ár. Það er svoleiðis bara. Já, þú veist svona, það sem að ég er svona beinlínis að vinna svona mikið sko.
þetta auðvitað vinna sem að þú getur alltaf verið í, sko, og þú ert alltaf í henni, sko. Þannig að hún svona svolítið eins og að vera, sjá svona baktjalda stússið fyrir og fjölmiðla tenginguna við fyrir, Já. Fyrir ráðherrana. Já, ég náttúrulega aðalega að vinna með Katrínu. Já, einmitt. Hún auðvitað höfuð ríkisstjórnarinnar og ég einn af þessum aðstoðarmönnum ríkisstjórnarinnar og einn af þeim svona aðstoðarmönnum sem að hún hefur í því starfi, sko. Hvað finnst þér eftir að hafa verið í þessu öllu að vera fjölmiðlamaður, stjórnmálamaður, búin að vera í útvistinni líka og svo þetta núna, ef ég tæki nú bara þessi þrjú, fjölmiðlamaður, stjórnmálamaður og ráðgjafi, Frost, Nixon eða Kissinger, hver skemmtilegastur? Sko, ég náttúrulega bara, hvaða hlutverk skemmtilegast? Sko, það sem að mér finnst eiginlega mest fascinerandi af þessu öll saman Nixon. Ok. Ég hef tekið svona, ég tek svona reglulega eitthvað þráhyggjur, sko, og ein af þeim eru leiðtogar eins og Nixon, svona briskir leiðtogar og líka góði leiðtogar. Ég hef stúderað stjórnmálafóringja, eiginlega bara frá æsku. Ég las allt Kennedy, las allt Lyndon B. Johnson, allt Hver finnst þið vera svona ultimate stjórnmálafóringin af þeim sem þú hefur? Mér finnst enginn hafa komið fram á sviðið sem að jafnast á við Barack Obama. Ok. Og ég sá hann tala og sá Clinton tala 2012 í Bandaríkjunum. Og svo bara, það að vera stjórnmálamaður hefur svo mörg ólík andlit. Þannig að þú þarft að vera bæði, góður ræðumaður og góður skrifari og góður communicator. En svo getur verið það allt saman en líka ótrúlega lélegur stjórnmálamaður. Þannig að hann var mjög góður forseti. Hann kom miklu í verk, hann var flinkur pólitíkus og að mínum mati. Og síðan rosalegur orator og rosalegur svona manneskja. Óbóðslega góður ræðumaður og vel máli farinn. En síðan auðvitað, bara þekkt dæmi af stjórnmálamönnum eða forsetum Bandaríkjanna eins og Johnson og Nixon sem komu úr þinginu og höfðu gríðarlega mikla reynslu og það gagnaðist þeim gríðarlega vel. Þeir komum stórum breytingum, þjóðfélagsbreytingum á í sinni tíð. Þannig að mín svona þáttaka í stjórnmálum hefur að mörguleiti verið svona tengd því hvaða foringjar hafa verið hverju sinni. Skilurðu, mér fannst til dæmis Ólafur Ragnar mjög merkilegur formaður Alþýðubandalagsins þegar ég gekk í Alþýðubandalagið og það var eiginlega svona, ég horfði til hans. Mér fannst þetta mjög svona magnaður stjórnmálaforingi. Ég náði mjög góðum tengslum til dæmis við Margréti Frímannsdóttur inn í Alþýðubandalaginu og það var eiginlega svona til þess að draga mig inn í þann flokk. Ég var mjög hrifinn af Ingibjörgu Sólrúnu og það var eiginlega til þess að ég fór í Samfylkinguna. Mér fannst hún svakalegur stjórnmálafóringi og flottur stjórnmálamaður og ég hafði og hef mikla trú á Guðmundi Steingrímssyni og ég sá í honum svona svolítið flottan fóringja þarna í Bjartri framtíð og það var stór ástæða fyrir því að ég ákvað að fara þangað og svo finnst mér Katrín Jakobsdóttir ekki eiga sér svona líka í því það kemur á því að vera flinkur stjórnmálamaður, bæði góður communicator með góða pólitík, rosalega lausnamiðuð og svakalega dugleg og það mjög inspirerandi að vinna fyrir stjórnmálamann sem afkastamikill og Katrín Jakobsdóttir. Hvernig að vera að því þú ert meira kannski svona einmitt á bakvið núna versus þetta að vera í frontinum þegar þú stjórnmálamaður eða fjölmiðlamaður eitthvað, er þetta aldrei öðru í þessi vinna? Ég meina, ég upplifi þetta að mörguleiti sem mjög þægilega stöðu að vera í. Þú sér það, ég hef aldrei sett sjálfa mig í þá stellingar að verða eitthvað stjórnmálafóringi. Ég hef aldrei verið tilbúin til þess að stíga inn á það level of commitment, lefum mér að sletta, sko. Þetta eiginlega, þetta fólk að gefa svo gríðarlega mikið eftir að sínu frelsi. Og ef ég ætla að geta stokkið til fjalla og verið í einhverjum löngum hlaupum og einhverju slíku, og einhverju slíku hlutverki, þá þá var ég að gefa eftir svolítið mikið af mínu persónulega frelsi sem að ég hef aldrei verið tilbúin til þess að fara í. Þess vegna ber ég gríðarlega virðingu fyrir því fólki sem að stjórnmálafóringjar, hvar sem það og það að gefa, ég veit hvað það að fórna. Já, þú ert bara í raun og úr í vinnunni allan daginn, alla dag.
það er ekki bara það að þú sért í vinnunni allan daginn og allan daga, þetta hefur áhrif á hvað þú getur gert fyrir utan vinnuna þína, það hefur áhrif á fjölskyldu þína, það hefur áhrif á hvernig þú, hvaða tíma þú hefur með börnunum þínum og svo framvegis og þetta er ekki, veist, hjá þessu fólki spurning einhverja persónulega upphafningu. Veist, ég held ég í mjög miklum undantekningatilfellum. Veist, Trump og einhverju fleiri sem maður getur nefnt en ég ætla ekki að gera. En ég meina í 90% tilvika er fólk að berjast fyrir ákveðnum hlutum, pólitík, hugsjón, hugmyndum sem þeim finnast skipta máli og þegar þetta fólk hugsar ef ég gerir þetta ekki, þá er einhver annar að fara að gera þetta verr. Það hefur trú á sér í þetta og maður svona verður að gefa því þá respekt. Ég var að hugsa þetta þegar ég var á Eystrasaltinu, í Ermarsundinu fyrirgefðu, núna á síðasta ári með marglitunum. Ég var að gera úti þáttum marglituna sem voru að synda yfir milli Bretlands og Frakklands. Og þá, þegar ég er þar og er að horfa bara onni eitthvað svona grænt sjávarlöður undir bátnum, að þá verður mér hugsað til þess að afi minn dó þarna. Hann deyr þarna 1943 í stríði við Þýskaland. James Marshall og var þarna á skipi sem að hét Jaguar, eitt af skipunum sem að fór og sótti slasaða hermenn, eða innlyksa hermenn í Dunkirk, ef við séð þá mynd. Já, síðan. Og lifir það af, kemst til hafnar aftur tilbaka í Dover og sinnir ykkur alls konar erindum á Kyrrahafinu og svo hann kominn á torpídóbót 1943 og það 2 eða 3 mánuður í að pabbi fæðist og hann sprengdur í loft upp og deyr þarna og og ég hugsaði með mér sko allt þetta fólk sem var í þessu stríði þarna, það vissu þetta að það var að setja lífsitt í þetta. Ja. Það vissu þetta að það var sko að það væri mjög góða líkur á því að til þess að berjast á móti þessari illsku sem var þarna í heiminum og þessu ofbeldi, þessari aggressjón sem kom frá nasistunum, þá þyrfti það líklega að setja lífsitt í þetta. Og hann gerir það og þúsundir og milljónir annara. Og þetta bara það bara fullt af fólki sem að setur sjálft sig í verkefni út af því að það veit að það rétt að gera það. Það ekkert að fá eitthvað fyrir það. Ég meina sjáðu þríeykið, almannavarna þríeykið sem búið að vera núna síðan í mars í þessu sem það að gera. Þetta bara fólk sem að setja líf sitt í þetta. Það alveg rétt. Þetta rosalega fórn, tími, fyrirhöfn, gagnrýni, þetta stríð upp á hvern dag, það rosalega ábyrgð. Þetta svakalegar ákvarðanir. Og maður bara fyllist lotningu gagnvart þessu fólki. Hvað myndir þú segja að þú sagðir áðan að því líði, þegar þú varst að tala og það lent í slysinu, að þú sagðir að þú eru upplegað, mér líður enda stundanlega líka, þú eru upplegað eins og bara mörg æviskeið sko, af lífsreynslu og dóti. Hvað myndir þú segja, ég spyr stundum fólk svona í lokin að ef þú verður að gefa, ég veit ekki hvernig 18 ára Robert Marshall var, hvort hann hefði hlustað á ráð, ef þú verður að gefa sjálfu þér 18 ára sjálfu þér ráð með alla reynsluna sem þú komið með núna, hvað ráð myndi hann fá? Hún myndi, þið sagt að hætta að drekka. Já. En líka bara að, já, ég veit ekki hvað ég myndi gefa honum. Ég held að, sko, ég myndi segja honum að ef að það væri einhvern tímann tækifæri til þess að lenda í ævintýri, þá ætti alltaf að grípa það. Það frábær punktur. Já. Gaman að fá þig. Takk fyrir að bjóða mér.